Sælir, herðu, ég að spá í, ég held við ættum að hækka mig aðeins, eða sem sagt stækka mig smá, lengja aðeins ramman, eða sem sagt, já, stækka mig bara smá, eða, já, stækka mig pínlítið, já, og stækka mig aðeins ofar núna, aðeins ofar á skjánum, svona, já, og þarna, ég held að þetta sé flott, svo máttu bara minnka aðeins, sem sagt, lækka aðeins ramman, hann sé bara rétt fyrir ofan hausinn á mér, bara, ég var svona að sjá þetta bara á skjánum. Ég laga hérna, svona, ég laga svo bara myndina til að matcha það. Ok. Yes. Bye. Við erum live. Sæll Jón. Við erum byrjaðir, já. Já, sælir, þessar og sæl Íris, gaman að fá þig. Helgi, þú ætlaðir að kynna okkur inn. Já, Jón Þormar, hann með okkur, hann á Spáni, Íris Erlingsdóttir, ég Helgi Bjarnason og Sverrir Helgason hérna hliðin á mér. Blessaður. Gestur þáttarins í dag Íris Erlingsdóttir. Íris íslensku fjölmiðlafræðingur og blaðamaður, fædd í Reykjavík 1963. Hún byrjaði ferilinn sem fréttamaður og fréttaþulur á Stöð 2 í upphafi 10. áratugurins. Var ritstjóri Gestgjafans, fluttið til Bandaríkjanna 91, fór þar í nám og lærði fjölmiðlafræði, var það ekki rétt? Jú, í San Diego. Og en hún hefur búið lengst af í Minnesota og starfaði meðal annars sem fréttastjóri í Ingstad Broadcasting. Hún með master í blaðamennsku frá California State, San Diego, ég var nú búinn að segja það, master í kýmísku læknisfræðum líka og nam það út í Bandaríkjunum líka og Íris hefur skrifað í Morgunblaðið Vísi fréttina, útvarpssögu og eigin Substack True North þar sem hún tekur skýra afstöðu gegn transhugmyndafræðinni, Vogue og því sem hún kallar kvenvæðingu vestrænna stofnana. Hún var ævilangur stuðningsmaður demókrata í Bandaríkjunum þangað til fyrir nokkrum árum og í dag einn skarpasta íslenska rödd sem skrifar gegn ríkjandi hugmyndafræði bæði heima og vestan. Velkomin í Björgast, Íris. Var þetta ekki ágætis kynninga? Þetta var allt leið, já, takk fyrir, og takk fyrir að bjóða mér. Já, yndislega að fá þig. Hætt að fá þig. Það ekki margir sem þora að taka svo skýra ástöðu. Mér langaði að byrja bara að lýsa yfir undrun minni að þú skulir búi í Minnesota. Mér finnst þú ekkert lík, ég hef aldrei giskað að þú var í Sómali. Já. Nei, ég fer fínt með það. Hvað meinar með því? Nei, já, mér finnst bara virkilega gaman þegar við fréttum að þú værir á landinu, þá vildum við endilega, við vorum búin að bóka annan gest en þar sem að þú hefðir ekki komist næsta sunnudag, þá var ekkert annað að gera heldur að bara endurskipuleggja okkur, því við vildum endilega fá þig. Þú er heldur betur, já, hvað maður að segja, þú ert ófilteruð á samfélagsmiðlum, hvenær byrjaður að, hvað maður að segja, finnast þú þurfa að tjá þig gegn því sem að þú hefur oft kallað bara þessu rugli sem í gangi? Það var þegar ég uppgötvaði hvað demokratinir voru að gera við börn. Það hafði ekki byrjað svona 2022. Þá, eins og ég hef oft sagt, ég ævi langur, fyrirverandi vinstri maður og demokrati og
ég hreinlega trúði ekki hvað það því sem ég hefði heyrt trans þessar skurðagerðir á börnum og svona, þetta gæti ekki verið þetta, hlýta að vera eitthvað svona öfgahægri samsæri og svo bara fór ég að kynna mér þetta betur. Það munum flestir eftir greinu sem J.K. Rowling skrifaði sem að gerði allt vitlaust. Ég verði að fara að lesa hana og las hana og sá ekkert athugavert við hana og svo náttúrulega fór algoritminn að henda í mig fleiri og fleiri greinum þessi mál og ein besta vinkona mín sem náttúrulega talar ekki við mig lengur hún profession politikus fyrir demokrata í Minnesota og ég fór að spyrja hana út í þetta og hvort þetta væri virkilega satt og að sem sagt þessar aðgerðir væru stundar að demokratar væri er flokkunum virkilega fylgjandi því að leyfa karlmönnum að vera í kvennaíþróttum og hún átti ekki til eitt einasta orð yfir hvað ég var hatursfull og ég bara er ekki í lagi með því, hún har alltaf verið mikil kvenréttindakona og hvernig getur þér fundist þetta í lagi að það sé nóg bara fyrir karlmenn að segjast vera konur til að bara fara inn í kvenkyni. Sko í fyrsta lagi þá er þetta náttúrulega algjört rugl. Nei, í fyrsta lagi þá náttúrulega er þetta lygi, þetta er ósatt. Alveg burt sér frá því, þú veist, allir tala hvað er rétt og hvað er rangt. Það er bara ekki rétt, það er ekki satt. Ég held sko að eiginlega allir og meiri segja þeir sem að kvitta þú veist, hylla transfánan og allt þetta dæmi. Ég held að, þú veist, ef við tökum bara beinum byssu á höfðuna á mönnum og segjum bara hvað trúið þú því að það sé eðlilegt að konur, að transkonur keppi í kvennaíþróttum og bara að þú svarar gegn þinni sannfæringu þá rífi í gikkin, þá held ég að eiginlega allir myndi bara segja bara nei, þetta er ekki. Það eru bara held ég þeir allra löstustu sem raunverulega trúa þessu en ég held að trúi því að þeir eigi að trúa þessu og ég held að trúi því að þau trúi þessu að það gerir þau einhvern veginn að betri mannsku fyrir vikið og það sé einhvern veginn rétt að trúa þessu þó að þetta sé ekki satt sem er ótrúlega lasið. Það sé bara mannvonska. Það er mannvonska að sjá sannleikann. En það er sem sagt J.K. Rowling atriði sem að eiginlega færði þig til þess að fara að skoða þetta nánar og þú sérð að það er eitthvað að stefnunni, þetta fer ekki, samræmst ekki þinni samfæringu og þú ákveður að fara að skrifa þetta og tala þetta og þú fær þá væntanlega einhverja svipa svona backlash og Rowling fékk, veit ég í rauninni. Jú, aldeilis. Þannig að hefur þú fylgst með regnbogamálinu hérna? Jú, að sjálfsögðu. Já. Fánamálinu. Fánagate. Já, Fánagate. Jú. Þetta er náttúrulega, þetta er bara, eins og ég segi, þetta er bara fáránlegt. Hatar og homo, lesbíur, transfólk. Vá, góð spurning. Já. Vá. Nei, maður verður að spyrja að þessu vegna þess að ég þekki enga sem gerir það. Góð spurning. Já. Að sjálfsögðu ekki. Nei, einmitt. Það er bara ágætt að hafa þá reyna. Segir okkur það. Já, ég segi það. Eins og ég segi, ég fer fínt með alveg eins og sóma lífið málið. Ég var þess að veltaði fyrir mér sko og bara svona pælingu. Hversu margir sem að raunverulega þú veist sem að stígu fram í þessari umræðu gegn Snorra, þú veist þetta er alltaf svona að fólk er að vera með í hópnu, þetta er eitthvað svona hópefli og svo svona byrjar eitthvað að segja eitthvað og þú bara halda á hann bara, já, vákvárt vondur Snorri og eitthvað svona, en þú veist hversu margir sem að tóku þátt í því og eitthvað þeir standa með hinseinleikanum og allar þessar klísjur sem að er sagt sko, að hversu margir af þeim hafa þá persónlegu sannfæringu að það sem að þessi fáni og þessi samtök og samtöku 78 það sem þetta allt saman stendur fyrir sé rétt og gott, skilur, eins og til dæmis bara þessar óafturkræfu hormóna aðgerðir af börnum. Þú veist, ég held að þegar maður fer og tekur einstaklingin út fyrir hópin og segir við hann bara eitthvað, ok, þú styður hinseginleikan en þetta er eitt af því sem hann stendur fyrir. Getur þú persónulega sagt, ert þú tilbúin til að gerast ábyrgur fyrir þá skoðun þína að að þetta sé eitthvað sem þú vilt að sé gert á íslensku börnum. Þau séu sett á eitthvað svona hormónalyf, þessi farið í eitthvað óafturkræfar aðgerðir á börnum, þetta hefur sko hamlandi áhrif á þroska barna, þetta er mjög hættulegt og þetta hefur ekki verið rannsakað til hlítar.
læknarnir sem eru að gera þetta, þeir hafa enga hugmynd það hvernig þetta fer. Málega það reyndar að það búið að koma rosalega mikið að rannsóknum í ljós upp á síðkastið. Og það sem búið að koma í ljós að þetta eru hættulegi ferlar og löndin í kringum okkur, Finnar, Svíar, Normenn, Danir, Bretlar, 27 af 50 ríkjum Bandaríkjanna eru öll búin að banna þetta á mismunandi stigum og mismikið. Frakkar eru búin að segja bara, við þurfum að passa okkur rosalega á stiga valega til jarðar. Þannig að öll löndin í kringum okkur sem við berum okkur jafnan saman við, að þau eru að segja, flýtum okkur hægt og mörg eru bara, nei, við bönnum þetta að því að þetta er að valda meiri skaða heldur en betrun. Og mér finnst það áhugavert vegna þess að það er eins og fólki hérna sé ekki neitt tengingu hvorki við vísindin eða þá þróun sem hefur verið erlendis. Og þess að segja einmitt, það er ekki langt síðan að menn voru svona, hefur þetta verið almennilega rannsakað? Og það var það ekki þannig séð. En við erum búin að sjá þessi neikvæða áhrif og það eru vístar rannsóknir sem að segja okkur að sé. Varðandi það sem að tala með, það er allir sagðar hatur ef einhver hefur skoðun, ef einhver það er rosalega mikið að fánum hérna. Það er svona, tekið sem einhver svona hatur. En raunveruleikin er sá að það er kannski ekki beint fáninn sem þeir eru að mótmæla. Þeir eru að mótmæla ákveðinni hugmyndafræðilegri innrætingu í skólum og það er partur af þessu. En í rauninni er enginn að segja að þeir hati transfólk eða hati homma eða hati lesbíur eða bæi eða einhverjar aðrar kynhneigðir hverjar svo sem það er kunna vera. Við erum bara að kíkja í pakkan, skoða bara hvað er í pakkanum sem tengist þessum fána og ég sé bara fullt af einhverju ógeðslegu dóti sem ég kæri mikið þannig að ég er ekki að fara að hylla neitt transfóna og ég er mótfatinn í því og auðvitað er það þannig, við þurfum opinbera byggingar á Íslandi, áttum bara að flagga íslenska fánanum og málið er dautt. Og sérstaklega þetta er fáni sem snýst ákveðna hópa og þá snýr þetta náttúrulega líka að því að útiloka ákveðna hópa. Þannig að þú ert með opinbera stofnanir sem allir Íslendingar eru að borga undir og þú ert með fána flaggaðan fyrir utan hana sem stendur bara fyrir eitthvað svona ákveðin lokaðan hóp sem ekki allir eru partur af. Það bara meikar ekki sens fyrir utan opinbera stofnanir sem eru fyrir alla Íslendinga. Nei, þetta á ekki að líðast auðvitað. Og það er langt síðan samtökin 78 voru réttindasamtök fyrir homma og lesbíur. Það er eins og eldur Vilminn benti á í árskýrslu samtökana 78 orðið hommi kemur ekki fyrir. Okay. Það er alltaf verið að, það er translesbískar, antirasist, HVF. Þetta er bara, þetta er lífsskoðanafélag. Þetta hefur ekkert með réttindi homma og lesbía að gera. Og jafnvel, þó að samtökin 78, þó þau væru eingöngu bara garden variety, afsæki í slettuna, réttinda samtök fyrir homma og lesbíur, að þá ætti samt ekki að flagga þeirra fána þá hið opinbera. Og hið opinbera á aðeins að flagga íslenska fánanum og kannski og sveitarfélög og borgibæir sínum fánum, það er allt í lagi. Ég persónulega er þar að svona öllu jafna að það ætti bara að vera íslenski fánin en að sjálfsögðu á einhverju svona sérstökum dögum, það eru hinsegin dagarnir, mér finnst það allt í lagi, ef þið vilja halda upp á það, ef þið vilja fara í gönguna, ekki mál, þið getið flaggað, en að gera þetta kannski alla daga ársins og vera með plaggut upp alla veggi og það séu allir með regnboga hitt og regnboga þetta, maður svona af hverju? Og svarið sem ég fengi við því er, þau þurfa að upplifa sér velkomin og þá spyr ég en af hverju þá að reyna að komast inn í aðalnámskrá á leikskólana, þau veit ekki eins og hvað það er. Að vera að tróða þessum Nei, skilur mig, það er ekki raustun og mikið af þessum krökkum veit ekki hvað það er. Og ef við þurfum að hafa fána til þess að fólk upplifi sér samþykkt, af hverju þurfum við ekki að vera með anti-racist og BLM ekki gefa hugmyndir af hverju þurfum við ekki að vera með psoriasis sjúklinga og kannski þurfum við börn að fara með psoriasis sjúklingum í sund til þess að baða sig og til þess að venjast því til þess að líti ekki öðru sjá hvort annað. Þetta er hvar ætlar að enda þú ætlar að fara að berjast fyrir réttindum alla sérhagsmunahópa í staðan fyrir að samin okkur öll undir einum fána og segja bara, allir einstaklingar njóta sömu réttinda, sama frelsis og sömu meðferðar. Já, ég tók ansi, ég gerði status sem að sprakk svolítið í loftu á Facebook og talandi það, þá er ég einmitt í Down Syndrome Awareness fánanum ég er klæddur í fána, en þá
þá gerði ég svona ádeilu svolítið. Þetta heitir eitthvað rekduktum, þetta til að sýna fram á hvað þetta heimskuleg rök. Þá setti ég bara sömu rök og ég tók bara stráki minn sem með Downs og setti hann bara í rauninni í staðinn og notaði sömu rök og þetta fólk. Ég sagði bara það sem að ég þori ekki að setja hann í skóla á Íslandi, þar sem að hann ekki með neitt fánaðar, þá getur hann náttúrulega ekki upplifa sig velkominn og þetta þýðir náttúrulega bara það að fólk hata hann. Ég held að bara þetta væri ekkert málið, en það hlýtur bara að vera. Auðvitað var ég náttúrulega bara, þú veist, að koma bara fáránleg rök sem að ekki við nein, þú veist, styðjast ekki við neitt í raunveruleikanum. Það kom fullt af fólki sem er einmitt búið að vera að öskra á Snorra og aðra fyrir þetta regnbogamál og var brjálað yfir hvað þetta verið heimskuleg rök og ég veit bara auðvitað þetta heimskuleg rök, þú veist, that's the point. Og það sem kom mér rosalega óvart, það hvað margir halda að þessi fáni, regnbogafánin, hann þýðir bara allir minnulöf, hann þýðir, þú veist, fólk bara, já, þetta táknar bara allir séu velkomnir. Það ekki það sem fáninn táknar. Það mjög sérstakar merkingar í hún. Þetta svona thought terminating cliché að segja þetta. Já, hugsan að tappa cliché. Nei, ég var að lesa athyglisverða grein í The Spectator menntamál í Bretlandi og það nýkomið út stórt svona stefnuplagg menntun, hvaða stefnu yfirvöldi að taka í menntun og gagnrýnin höfundar þessar greinar var svo að sko, það var áhersla, næstu því öll áherslan í plagginu var á sérhópa. Það var eiginlega engin áhersla á hvað á að gera fyrir börn sem eru meiri hluti allra skólabarna eru ekki fötluð. Þau eru ekki trans, þau eru bara þú veist, venjuleg, quote on quote, sko, bara boring, venjuleg. En plaggið, það bara höfum engar áhyggjur af þeim. Bara áherslan öll á þá sem að þurfa einhverja, sko, í augum, sko, höfundana, einhverja sérstaka athygli. Og það virðist líka vera þannig að menn, það eigi allir að taka upp einhvers konar hóp-identitet og þú veist, náttúrulega, þú getur tekið og bara verið bara styrndur sem einstaklingur. En það einhvern veginn mér finnst verið að fá fólk í auknum mæli til þess að einhvern veginn identifæja sterkt með einhverjum hóp gegn öðrum hópi. Það alltaf bara þú ert þessi hópur, svo einhver annar hópur sem einhvern veginn að kúa þig, skilur, í staðin fyrir að horfa bara á einstaklingu og sérstaklega eins og þarna, þú veist, eitthvað svona skipta nemendum upp eftir eitthvað svona hóp og þú veist, og þetta er eitthvað svona antirasistar, en þeir eru samt einhvern veginn bara að grúppa upp fólk eftir kynþætti og fleiri atriðum inn í skólum. Þú veist, þetta eru ógeðslega steiktar pælingar hjá þeim. Og fötlun, þetta eru félagsleg verðmæti félast í sko fötlun, í hvort hún er andlega eða líkamlega eða einhvers í svona fórnarlamba stöðu. Því meira fórnarlamb sem þú ert, því meiri félagsleg verðmæti áttu. Já. Þegar þú ferð að taka beina í burtu frá demokrataflokknum og fer að vera þá höll undir republikana, það náttúrulega engin annar flokkur þannig séð. Varstu búin að taka eftir því sem að kalla svona woke? Varstu farin að pikka þetta upp eða tókstu bara svona þátt í því, þú veist, og hvað, þú veist, getur farið svona aðeins yfir það með okkur og sagt kannski hvað woke fyrir þér? Hvernig myndur þú skilgreina woke? Núna, sko, það sem að þegar ég var demokrati, þá þetta orð woke var ekki notað, það talaði political correctness. Já, ég man eftir því. Og sem að fór ferli í taugarnar á mig. Ég hef aldrei haft neina þolinmæði fyrir svona kjaftaði einhverju. Og það var farið að fara, sko, óbáslega í taugarnar á mér, sko, feminismin og Me Too og allt þetta. Bara, mér fannst þetta bara algjörlega gengið út í öfgar og ég bara var farin að hafa áhyggjur af sko, hvað demokrataflokkurinn bara, þetta var ekki flokkur sko Clintons og það er búin að breytast mjög mikið. Þetta bara allt annað en eins og ég segi, það sem að sko bara sneri algjörlega minni stöðu í þessum málum var transið.
því að þetta eru svo mikil þetta sko að snúa raunveruleikanum bara útiloka raunveruleikan að bara það skiptir ekki máli, það er bara alvarlegt mál, þá er bara hægt að segja þér allt, þá er bara allt búið. Það er nefnilega málið að þú veist, þetta er svona ákveðið stríð við raunveruleikan og að geta sagt bara að allt sé einhvern veginn. Þetta er svona postmodernískar hugmyndir það að það sé í rauninni ekkert rétt, bara það sem þið finnst. Þetta hvað er kallað bókstafs, loka samfélag og eftirlæsi samfélag, eftir sannleika samfélag. Já, pósttrúð. Já, pósttrúð og sannleikurinn og þú veist þessi lived experience, hvað er að kalla á íslensku? Já, upplifun. Þú veist, er einhvers konar önnur reynsla heldur en upplifðu reynsla, en það er náttúrulega ekki til sem heitir eitthvað minn sannleikur, það er bara einn sannleikur. Já. En það er líka rosalega mikilvægt, finnst mér, að fara í tungumálið og þú veist, og brjóta þetta niður og ráðast í, þú veist, hvað eru þeir í raun að segja, því að það er svo mikið orðasalati og þeir manipular tungumálið á mjög ljótan máta til þess að ljúga, til þess að blekkja og mér finnst það er einn mjög góður aðgangurinn á X-inu sem postar mikið, sem Bodhisattva og hann er alltaf, hann er búin að vera bara eitthvað svona hamra, þú veist, örgulega svolítið eins og ég færi eitthvað þráhyggjur, en bara hætti að tala Vogue, þetta eru menningarmarxistar. Þetta er bara allt þetta Vogue-dæmi, þetta er bara menningarmarxismi. Það sem við erum í núna er álíka ástand og var í Kína í menningarbyltingunni undir Mao. Það sem við verðum að taka öll gildi, það við verðum einhvern veginn að snúa öll okkur, bara ráðast á alla íslenska menningu, allar hefðir, öll við með öll gildi og snúa öllu á hvolf af því að nú kemur og þau ætla að koma með eitthvað sem miklu betra í staðinn og ég er svona að lofa eitthvað því, það verður ekkert betra sem kemur. Þetta er náttúrulega gert í gegnum tungumáli, þessi tungumála verkfræði og hvernig hún kemur, sko þetta er allt saman bakdýra megin og maður hefur ekkert þetta að segja, þessi fáránlegu orð eins og stálp og kvár, þvílíkt kjafta og þetta er bara þessu tróðið og svo er fyrir öll og fyrir öll dýrin í skóginum eiga að vera fínir og fjölmiðlarnir éta þetta upp bara, og bara nota þetta og fyrir en varir bara nota allir þetta bara á að vera svona að því að hjarðhægðunin hérna heima er alveg ég er bara að tala fyrir samhygð hvað eru þið að tala? Skilu, hvað eru að tala fyrir samhygð? Bara hvað eru þið að segja? Þetta er vopn sem er svolítið áhugavert sem þau nota að þau segja, býtu Íris, skorti þig alla samkennd og þá er þess að sökuðum að hafa ekki samkennd en á sama tíma þá er hópur barna sem að hefur farið óbáslega illa til þess út úr transferlum og hefur verið á vondum stað og haldið þessi í vitlausum líkama og staðreyndin er svo að yfirgnæfandi meirihluti næstu í 90% af þeim sem fær þessa dillu í hausinn snýr frá henni. Þannig að hugmyndin er sko, ef að þú ætlar að íta þessu fólki sem að bara fellur frá hugmyndinni hvort þeir eru og heldur síðan lífið sínu áfram eðlilega, ef þú ítið þeim yfir ákveðin hólm, yfir ákveðin svona, ákveðin þröskuld og skadar þau, skorti þig þá ekki samkennd eða? Vantar ekki eitthvað í þig? Þú veist, er það ekki ofbeldi gegn börnum? Er það ekki misnotkun? Ég meina, hvað ef þú er með anorexíu sjúkling og myndi segja við henni, jú, þú veist að þú ert bara pínu feit. Þú veist, af hverju hættir ekki þess að borða? Það eru 3 punktar svolítið í þessu sem að eru, sko, það er sem að koma inn á blekkingaleikin. Það er tungumálið sem Sverrir talaði Sko, gleymum því ekki að það hefur reglulega komið einu svona ára sem er verið nýyrða keppni og eitthvað svona samtakana 70, það er eitthvað svona, ég man ekki hvað þetta heitir það er alltaf sagt bara hvað voðalega það er ekki sem sé einhver sé að neyða ykkur til að nota þetta og svo bara eftir nokkra mánuði þá koma þessi orð öll á RÚV öllum svona opinberum stöðum, skólum þú veist, öllu svona dóti, stálp, kvár allt þetta kjaftaði komið gegnum þetta og það kemur nákvæmlega gegnum þetta það er svo annað, það er blekkingin sem er hvað þetta er rosalegur peningaiðnaður í Bandaríkjunum. Það má ekki gleymast. Þeir spáði að eftir nokkur ár þá mun þetta skila meiri hagnaði heldur en fucking íshokkídeildið þeirra.
sem bara ein allsherja risa peningamaskína með að við sko vöxtin sem var á þessu, ég veit ekki hvort það hefur stoppað núna, en það má ekki gleyma því að það eru aðilar núti sem eru með mjög sterk pólitísk tengsl sem að græða $100 milljarða á þessu batteri. Þetta er ofboðsleg peningamaskína og náttúrulega hérna heima líka, eins og samtökin 78, náttúrulega fá fleiri 100 milljónir frá ríki og sveitafélögum og núna eru þeir búin að kaupa þarna heila hæð sko niður í Tjarnargötu, einhverja eignum á sko halva milljarðar í því fasteignamati held ég. Sko, samtökin 78 þurfa líka bara að smetla fingri og þá eru þeir komnir í prime time television á ríkisútvarpið að betla meiri peninga því það er svo ofboðslegt bakslæði gangi. Það bara við verðum einhvern veginn að bæta bakslæðinu, hærri framlög takk. En haldið ef að fólk sæi, eins og ég var að sýna ykkur þessar myndir af ráðuneytunum af stelpum sem hafa farið í svona aðgerðir, látið skera á sig brjóstein og láta búa til kynlim úr þú búa til svona skera af holdið og búa til rúlluterti sem svo saumuð á lífbeinið á þeim. Og ég sýndi þess að mynda þú bara svona. Ég svo viðkvæmur. Haldið þið, ef maður sýndi fólki þetta og sagði, þetta er skattfé almennings að borga fyrir. Hvað myndi það gera? Það myndi náttúrulega saka þeim að vera að ljúga. Já. Það var einmitt samkvæmt þessari finnsku rannsókn sem var að koma út núna bara á dögunum, sem nú bara glóðvolk. Með minnir að þeir sem að fóru í gegnum þetta ferli voru 600% líklari. Þess að það fór frá 10 upp í 60% að líkurnar á að gera svona sjálfska, ef ég mann rétt. Ég ætla ekki að nefna það 100%, en það er 6-földun, þú veist, í svona relatífum mun og maður náttúrulega velti fyrir sér hvað það kann að vera. Ég meina, þú veist, þú ferði í einhverja aðgerð, þú er kannski tiltölulega ung, þú áttar ekki á því hvað þú ert að gera, svo fattar þau bara shit, þú veist. Það er búið að skera með kynfærin. Fyrir mig góður. Börn með ekki fá, hvað er þetta að vera gaman til að fá tattoo? Já, úps. Þetta er alveg rosalegt inngrip. Þetta er verra heldur en sko lobotómían þegar framheila kukl. Já, framheila kuklið sem að þótti nú slæmt en hér erum að ræða þetta er svona lobotomy í okkar tíma. Já. Þetta eru börn. En þið sjáu líka sko hversu mikið er lagt í það að það verði engin umræða þessi mál frá öllum mainstream-miðlunum, frá menningarelítunni, frá öllu þessu liði, frá þessu pressuhópum, samtökur 78 og fleirum, að umræðan frá þeim snýst alltaf það að stoppa umræðana, að það verði engin umræða og þú veist, og það er allt reynt, þú veist, það er náttúrulega búið til skrimsli úr öllum þeim sem dirfast að ræða þessi mál, öllum þeim sem dirfast að setja spurningamerki og þeir nota tricks eins og bara, já, við ætlum bara að láta sérfræðinga tjá sig þessi mál, eins og sé ykkur svona sérfræðingar í rauninni til þetta, þú veist, og það er líka partur af þessari vinstri og þessari menningar marxista pólitík sko að búa til einhvers konar monopóli í umræðinu sem verður bara stýrð af sérfræðingum eða sem sagt af einhvers konar ríkisvottuðum aðilum skilur, þetta er eins með innflytjendamálun á Íslandi sko, það er bara eiginlega Margrét Waff sem má tjá sig sko og svo þegar jafnvel kemur einhver svona tölfræði fram sem er alveg ískyggileg og þá er hún dregin fram og nei, já, þið getið ekki lesið tölfræðina, þú veist, það er bara ég sem skil þessa tölfræði og þið hafið öll rangt fyrir ykkur og punkturinn er að það er einhver líkar en að hún sé bara að fá greitt sko. Sko þeir búa náttúrulega þessi samtök, þeir búa sjálfur til sérfræðingar. Algjörlega. Sérfræðingar í forráðufræðum sem þeim tala við og búa þetta til eins og með börn, það heldur að væri til einhver transbörn eða væri ekki verið að halda þessari hugmyndafræði að þeim. Það var náttúrulega ekki hérna áður fyrr og þú skoðar til dæmis tölfræði og hagstofu við sjálfsvík hjá börnum að þá var það svona nánast non-existent þangað til að þetta byrjaði. Þetta var ekki til fyrir korteri, það voru engin transbörn í mínum bekk. Og það sem er svolítið áhugavert í þessu líka er það að þegar það er skoðað svona þverskurðurinn af þessum einstaklingum sem fá þessar hugmyndir þá er þetta með yfir tífalt líklegri ef þú ert einhverjur. Skilur þú? Jú. Og þannig að þú veist, ef þú átt ykkur nákominn sem að er einhverjur þá náttúrulega ef þú hefur einhverja samkennd þá viltu ekki að hann fari gegnum þetta ferli. Skilur, þú vilt ekki að þessi haldið á honum vegna þess að hann er með kannski yfir tífaldar líkur og ég skil það rosalega vel
og síðan ertu kannski að horfa á alls konar kvíðaraskanir og alls konar persónuleikaraskanir og svona allan eftir þeirra rannsóknum sem ég lesið og þá fer maður náttúrulega bara að spyrja sig þegar þú ert að halda svona hugmyndum að fólki sem virkilega lasið skortiði þá ekki einhvers konar dómgreind eða samkennd ertu eitthvað lasin eða þú veist hvað að þér að því að mér finnst að mér þykir virkilega vænt krakka og börn og mér finnst rosalega ljótt að halda þess aðeim þannig að ég set spurningamerki við þetta á grundvelli samkenndar ekki vegna þess að ég hata einhvern það er alls ekki málið Ég ætla að fá tjá mig vera smá devil's advocate og ætla að byrja á þegar þú segir að það er svo Margrét Waffa greitt fyrir þetta það er mjög auðvelt að finna það að hún er að fá styrki upp á milljónir til að skrifa ritgerðir innflytjendamál þannig að þið getur rétt ímyndaðir hvort að hún myndi einhvern tímann taka svoleiðis afstöðu þú getur alltaf treyst á hana til að koma með þroska heftasta teik sem til þegar kemur þessum málum alltaf. En henni til varna þá er hún að verja mjög erfiðan málstað til að verja Já, ég ætla að skjóta hérna inn í og vera smá devil's advocate að einu leitinu til og það er það sem er alltaf hendi varnar þessu öllu saman. Það er náttúrulega tilfelli sem eru raunveruleg. Þá veit ég meina það sem að þegar að kynami eða hvað sem að fólk vill kalla þetta er bara á því stígi að fólk getur ekki sæst við sjálft og það bara miða við það sem við höfum þegar kemur að svo raunverulegum og alvarlegum tilfellum þá virðist ekkert duga nema þetta. Ég ætla að taka bara dæmi, Anna Kristjáns, Vala Grand og einhverjir aðrir sem eru í þessum flokki sem að hafa gengið í gegnum þetta og Buck Angel og svona. Mér langar að taka undir þetta af því að ég held að þetta sé rétt hjá þér. Ég held að það séu ákveðin hópur og þetta er alveg óbúslega lítill hópur eftir því sem ég kennst næst. En hann er vissulega til og ef að fólk sem að færa þessar hugmyndir fer yfir kynþroskaskeiðið að þá ganga þá fer þetta identity ekki tilbaka. Það er það sem að rannsóknir sína. Þannig að ef það er tilfellið, þá náttúrulega er augljóst að það þarf að koma móts við þessa einstaklinga. En ég held að spurningin sé, ef að við ætlum að koma á móts við alla einstaklinga með það fyrir huga að gera það sem þeim er fyrir bestu, þá þurfum við að vera með kritería eða einhvers konar gagnrýna hugsun þar sem að við þurfum að gera það besta fyrir hvern og einn einstakling en ekki kannski fórna 98% af því að 2% hendar að fara ekki inn ferli. Akkurat, þetta er það sem ég ætlaði að koma inn á. Við erum búin að vera eina af þeim þjóðum og Norðurlandaþjóðirnar yfir höfuð þangað til bara fyrir nokkrum árum með gífurlega lágt hlutfall af þeim sem að sjá eftir því að hafa farið í þessar aðgerðir. Það er vegna þess að við höfum verið með svo strangt skríningferli, við höfum verið með svo langt og bara gott greiningaferli á þessu og eins og ég ræddi við Buck Angel, hann sagði bara að hann þurfti að gangi í gegnum alveg rosalega mikið til þess að vera, allir væri bara vissir að hann væri á þessum stað og þá var ekkert að gera þetta og þetta, Buck segir, þetta er bara bjarga á honum og þetta nefnilega finnst mér vera máli. Við vorum á rosalega góðum stað í þessu málu þó svo að einhverjum hafi fundist biðin vera á laun en nú hrannast tilfelli af fólki sem sér eftir þessu, þannig að getum við sagt þegar við skoðum niðurstöðunar og árangurinn af þessu, getum við sagt að við höfum gert breytingu til þess betra. Ég held bara alls ekki. En er þetta ekki líka spurningu bara fullorðna einstaklinga versus börn? Að við erum ekki að halda þessum kenningum að börnum, en auðvitað manneskjáður fullorðin og upplifir sér sem konu og eitthvað vil fara eitthvað aðgerð bara, það er engin, ég held að sé engin eitthvað að setja sig á móti því að bara neitt, ég held að sé bara öllum skít sama það. Ég meina, ef að transkona upplifir sér sem konu og vil að ég kalla hana konu, þá bara ger ég það, bara hlýði alveg því, að því mér finnst það bara að vera svona basic mannasiðir, en ég náttúrulega ætla ekki að segja að ég trúi því í hjarta mínu að viðkomandi sé búin að breyta sér á einhvern hátt í konu. Ég sé þetta bara sem eitthvað annað. Nei, sjálfsögðu fólk, fullorðið fólk á að geta gert það sem það vil. Já, blessa. Það er að halda þessu að börnum og ungmennum, það er mjög alvarlegt mál og algjörlega. Bara að banna. En eins og þú segir, við erum að sjá algjörlega nýja tölfræði sem var aldrei til áður. Og þetta eru svona svolítið eins og samfélagssmitt. Maður náttúrulega hlýtur að skoða það, bara út frá þeim gögnum sem til eru. Og það er ekkert fordómar, það er bara eitthvað sem að við erum, það er bara mælanlegt, observable, sem við höfum séð og það er eins og, mér finnst einhvern veginn eins og fólki sem að teku þátt í þessum umræðum, saman hvort að sé, tökum bara þetta, það er alltaf sakað allum hatur og samkenndarleysi og eitthvað slíkt og þetta er svona leið til þess að drepa umræðina
Þetta er leið til þess að þurfa ekki að fara málefnalega í þetta og þetta er rökvilla. Það er að segja að þú gerir fólki upp einhvers konar hatur eða skoðanir og svo ræðstu á skoðanirnar sem að þú ert búin að gera þeim upp, sem að það hefur ekki. Þannig að þú ert að ljú upp á fólk og ráða svo á eigin legar til þess að einhvern veginn skreita sjálfvæðing með einhverjum verleikum sem þú raunverulega hafðir aldrei. Og þetta er náttúrulega ógeðfellt einhvern veginn í alla staði. En mér finnst einhvern veginn kommentakerfið og svona Facebook og samfélagsmiðlar, mér finnst það bara svona, eitthvað svona breeding ground fyrir þetta fólk sko. Það er það. Það er alveg rétt. Ég finnst þetta pínu fyndið oft þegar ég sé svona einmitt eitthvað svona stróman, eitthvað svona fólk að ráðast á mig í ykkur kommentargrunn sem þekki mikið neitt sko og bara eitthvað svona einmitt býr til eitthvað svona myndafir og eitthvað svona ráðast á mann og ég bara svona horfaði bara já ok, vá, þetta snýst ekkert mig. Þetta bara eitthvað gaur að tala við sjálfan sig og þetta bara sem ég fyndið. Hann svona að klappa sjálfum sér á bakið. Já, ég veit ekki svona hvað þetta snýst. Já, svona þú veist að fá like, að segja að þú sért vondur og hatursfull og ógeðslegur og allt þetta. Þetta er allt einhvern veginn svo. Þetta er svona like bandalög, þetta er svona klappstýru bandalög sko. Það tekur eftir því sko. Skoðum líka hvernig þetta passar enga veginn sko þegar þú hlustar á fólkið sem hefur gengið í gegnum allt ferlið og lifir núna tiltölulega hamingjusömu lífi sem hitt kynið. Það segir allt sömu hlutina. Þetta var svo sterk kennd í þeim að þau gátu ekki svona hugsa sér að lifa án þess að fara í gegnum þetta og þetta bara var ár eftir ár þangað til gegnum öll sálfræði viðtölin, allt þetta, þangað til að þetta er gert. Þú þarft ekki að innræta þetta í einum eða neinum. Þetta, ef þetta er svona, svona sterk tilfinning sem að ég náttúrulega skil ekki, að þetta er samnefnarinn hjá öllum sem að hafa komið fram sem að eru búnir að vera í þessu ferli svona lengi og gengið í gegnum þetta. Þú þarft ekki að innræta þetta í fólki. Það finnur þetta svo sterkt hjá sér að það getur ekki hugsað sér að lifa án þess og þá náttúrulega ertu komin með einhverja ákveðna brenglun, röskun eða hvað sem þú kalla þetta. En vísindin, hvort sem er líffræðileg eða sálfræðileg, hafa ekki ennþá fundið aðra lausn á þessu fyrir fólki sem er komið þetta langt á þessu stigi, heldur en að fara í gegnum þetta allt saman. Það eru bara svo eins og Helgi bent á svo margir sem er ekki þar. Mér finnst bara, sko, þegar að kemur að þessum málum, að þá er eins og öllum svona meginreglum og fyrirvörum sé bara hent út. Já. Í læknisfræði, þá eru skurðagerðir, það er alltaf, allar meðferðir eru metnar eftir, sko, hver er áhættan, hver er áhættan og hver er ávinningur. Og áhættan af þessum aðgerðum og hliðarverkanirnar og þetta eru bara Frankenstein aðgerðir. Þegar áhættan áhættan er svo mikil að þessar hvað eru kallað svona sýndaryrði er bottom surgeries. Falloplasti. Já, falloplasti er að búa til getnaðalim. Reðurgerð. Og sko Er þetta svona einhver handavinna, reðurgerði? Ég sagði þetta er handavinna, það er bara skorið holdið af annarkvort upp handlegg af handlegg eða af lærum og eftir hvað en allan að þú veist að vera búið til það er verið að úr Vesen að maður vill fá 30 sentimetrana, það er að taka svolítið mikið. Svo að einhver geti pissa standandi. Já. Þetta er svo hryllingssögurnar þetta. Svo eru sýkingar og sýkingar. Þvaggværa sýkingar og áhættan er svo mikið, þetta er svo viðurstyggilegt. En málið er að þetta samfélag hefur fullyrt aftur og aftur að þetta sé algjörlega hættulaust eins og að taka hormónahemla og annars slíkt og hafa fullyrt það í beinum útsetningum hingað og þangað. Þetta er bara ekki það sem að niðurstöður rannsóknar sína. Þannig að þú veist, maður svona velti í fyrir sér býtu ef þú væri læknir eða væri einhver annar og væri að segja til dæmis að já, ég veit það ekki, þú veist, kókaín nokkuð væri bara fullkomlega eðlilega og hættulaus. Væru það ekki stoppaður af? Líklega. Jú, eins og ég segi, þegar þessu... Hver ábyrgð landlæknis til dæmis á þessu? Guð mig góð, þegar það kemur að þessum málum, þá er bara
allir skynsemi, heilbrigði skynsemi og rökum og bara öllu sem við vitum bara hent út gluggann. Það vita allir læknar að þessi lyf, þessi hormónalyf sem að gefin eru þessi, þetta er náttúrulega bara ranghormónalyf, þau voru gefin sko kynferðisafbrotamönnum sem misnotuðu börn. Já, það er sér að ákveðin blokkara sem gera það. Já, þeir vita alveg hvaða áhrif þetta hefur og þetta sko, það ekki hægt að taka þetta tilbaka. Sniðugt að nýta það. Já, þetta slekkur þetta á framlýsluleginni. Ég skil ekki akkur, það ekki bara eitt stærsta fréttasaga allra tíma, allavega síðustu áratuga. Það þegar að og það var gert allt til að taka þetta niður. Það eru WPATH-skjölin svoköldu. Sem að hafa ekki kynnt sér þau. Þeir ættu bara að kynna sér þau. Það var ekki sagt þau hérna. Segðu okkur aðeins frá WPATH skjölunum. Ég held að séu bara óbúslega margir sem að vita ekki hvað WPATH svona það var álitið vera sérfræðingafélag svona eins og í læknisfræði eins og maður myndi líta á kannski félag hjartasjúkdóms eða krabbameinslækna eða American Heart Association og þannig að læknastéttin sko, við getum leita til þessara sérfræðing og við gerum það sem að þeir segja okkur að gera nema að WPATH náttúrulega sko, þegar farið var að kafa ofan í það félag, það fullt af bara aktivistum ég bara, hver sem getur farið í WPATH, það getur verið læknir til þess og svo titluð þá bara sérfræðingur eða eitthvað svoleiðis já, ég meina fróðfræðingur eða eitthvað þú veist, já en Michael Schellenberger rannsóknarblaðamaður og Mia Hughes sem vinnur með honum þau komust yfir þessi skjöl og þetta eru samtöl og tölvupóstar á milli WPATH félaga þar sem bara kemur í ljós að þeir vita alveg nákvæmlega hvað þeir eru að gera og þeir eru að ræða meðferðir á börnum og við kenna alveg 12-14 ára börn, auðvitað eru þau auðvitað vitaðu ekkert hvað þeir eru að tala, auðvitað geta þau ekki ímynda sér hvernig það að geta ekki eignast börn, þeim finnst það bara tilhugsunin ógeðsleg en áherslan að láta þeim bara, ef þeim líður svo illa, við verðum að láta þeim líða vel og þetta voru sálfræðingar sem voru sko kom fram einhvers konar skaði sem þau urðu fyrir í skjölunum. Já, ég ætla að fá að grípa boltan aðeins bara rétt með þetta vegna þess að það rosalega nauðsynlegt líka að gleyma því ekki að það voru skilaboðin sem voru birt þeirra á milli voru ekki bara svona heldur voru líka læknisfræðilegs eðlis það sem að kom upp vandamál og þau hefðu ekki hugmynd hvernig átt að leysa þessi vanda, þau voru bara að kasta ykkur á veggin og vona eitthvað myndi festast, þú veist bara, já, heyrðu, ertu búin að klúðra öllu í þessi bottom aðgerð og bara gæti verið döð, prófað þetta, aðtöða hvað gerist, við vorum bara að horfa upp á grimmilegar og ógeðslega læknisfræði tilraunir í beinni útsendingu þarna og Eldur, ég veit að hann búin að grilla landlækni hvað eftir annað með því að það var vitnað sérfræði þekking Íslands byggði á þessu dæmi öllu saman og hann búin að þau eru búin að breyta þessu hvað eftir annað eftir að Eldur hættir ekki að angraði þarna til að fá svör sem þið virðast ekki alltaf veit hún. Maður fær aldrei svör frá landlækni. Ég hef sendt þeim fyrirspurnir mörgum sinnum þessar aðgerðir hve margir hve mörg börn hve margir fullorðnir hve margar aðgerðir, hvar eru það framkvæmdar hérna heima, hve margir á þessum lyfjum. Ég hef spurt Landspítalann, heilbrigðisráðuneytið, maður fara aldrei neins svör og til dæmis Landspítalinn gaf alltaf út skýrslur með nokkuð nákvæmum upplýsingum hvers konar aðgerðir eru framkvæmdar þar. Hjartaaðgerðir, skurðaðgerðir, alls konar aðgerðir. Og núna þá eru þessar aðgerðir eru flokkaðar undir skils mér bara þvagfæra skurðlækningar. Þetta náttúrulega ekki þvagfæra skurðlækningar og það til dæmis engin greinamunur gerður á
hvort að sko brjóstnám að það skera brjóstin á konum, stúlkum, hvort að það er gert vegna þess að manneskja var með krabbamein eða hvort að hún vildi láta gera það í sem sagt að því að hún henni líkar illa að vera kona, hún heldur hún sé trans. Þetta er náttúrulega, þetta er allt annað. Já. En þetta svona er þetta allt saman. Þú getur ekki fengið upplýsingar þetta. Það er allstaðar lokað að mann. En það getur náttúrulega líka bara verið út af krabbameini eða bara, þú veist, alls konar. Jú, en það, þú veist. En það er allt flokkað saman. Þetta er allt upplýsingar sem Landspítalinn hefði sko sundurgreint og skilgreint áður fyrr. Ég held að við þurfum að fá þingfyrirspurnum með þetta. Já. Til þess að fá þetta allt saman á hreint, sko. Já, Ég var að fara í komment þetta smástund. Já. En ég held að þetta fólk og þessi menn sem að þessu standa, þeir viti einsinn samviska þeirra hrópar að það sem þau eru að gera sé ránt. Þau þóru ekki að gera því þannig að þau svona í undir meðvitundinni fara í eitthvað svona dæmi til þess að fela þau kannski get ekki einu sinni horst í augu við það sjálf af því þeir eru ert í þessu, þeir eru ert í eitthvað svona sjúku doktor Mengele dæmi sem læknir, skilju, þú ert komin þangað og ætlaðir ekkert að fara þangað, en ok, þú ert komin þangað bara út af einhverju svona samfélagslegri pressu, það er bara tíðarandinn er núna bara við erum að transa börn, en innstinni samviskaðin hrópar, segir þetta er rámt, þú mátt ekki gera þetta, undir meðvitundiðin fer í það bara svona passa að fela þetta og svona setja þetta. Ég er sammála þessu. Sett þetta þarna og eitthvað svona. Það er bara ekki hægt að snúa tilbaka. Nei, ég held að þetta sé. Núrenberg-stæl réttarhöld yfir þessu fólki sem er að gera. Ég vil sá þetta fólk í fangelsi. Já. Ég held nefnilega að þetta sé svo góð punktur sem við erum að tala hérna, að þetta fer greinlega gegn samvisku fólks og það byrjar að fela þetta. Þetta með, þú veist, fólkið, þetta er sama með til dæmis innflytjendur. Fólk fekk einhverja dillu í hausinn og við þurftum öll að sýna samkennd og ættum að flytja inn, þú veist, kallmenn á herskyldualdri frá, þú veist, Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku í massavís og það er óbúslega gott fyrir Evrópu og það var náttúrulega fólksfækkun, þannig að það verður að fjölga okkur einhvern veginn og þetta eru mennir sem þetta halda upp í samfélaginu og eru framtíða skakkareiðnir og þetta er orðið bara aðhlátusefni í dag, því að það er búið að greina þetta og að vita allir, þetta er kjaftaði. Þetta gengur ekki upp, þetta ekki segja greiningu í Noregi, Hollandi, Danmörku, skiptir engu máli hvert þú horfir, það skiptir engu máli á hvaða kynslóðir þú horfir, þetta bara gekk ekki upp, þetta er failed experiment. Og hvað gera þau? Alveg eins og Sverri var að segja, þau byrja að fela tölfræðina og þetta minnir mann svolítið á svona meðvirk börn alkoholista, að þú veist, það byrja að fela pillurnar, það byrja að fela flöskurnar og nei, býtu, heyrðu, ég er ekki með þetta á mér núna, má ekki sér tala þig seinna og þú veist, og fólk vill ekki, að því að það er fullt af skömm, það veit að það er búið að gera mistök og það er verið að reyna að breiði verið og verið að reyna að fela það og maður sér þetta bara aftur og aftur og mér finnst einhvern veginn alveg sama hvað það er og þess vegna hefur þetta fólk ofnæmi fyrir ábyrgð og það hefur ofnæmi fyrir tölfræði. Það bara má ekki sjá tölfræði, gögn og eða upplýsingar. Sko. Já, og þá líka kemur Margrét Vaff, sko, þú skilur tölfræði. Já, bara skilur við ekki. En sérðu bara, sko, við skulum ekki líta fram hjá því heldur að þegar þú talar um að einhver samúð, manngæska, mannúð, whatever, nú er ég til dæmis að við tala fyrir því að við förum aftur á það stig sem við vorum með í þessum meðferðum og aðgerðum sem að voru að reyna gríðarlega vel. Það verður bara að segja þessu er. Við vorum með rosalega góðan árangur þarna. En aðrir vilja halda ekki bara óbreyttu, heldur bæta í. Önnur leiðin skildi eftir sér næstuð í engan sem að með eftirsjá eða eitthvað svoleiðis í þessum málum hinn, þá raðastur upp tugum þúsunda ellendis og þú veist, einhverju á Íslandi og allt svoleiðis, það rannast upp. Hvor leiðin er verri? Hvor leiðin er meiri mannúð og samúð? Sá sem er með nánast engin fórnarlömb í þessum málum eða svo sem með 20.000 segir það samt ekki bara alltaf sögunu Jón þegar að öll nágrannlönd okkar er að banna þessa meðferðir að einhverju marki eða einhverju stíi þú veist það segir að það sé verið að stoppa og það er ástæða fyrir því og þetta byggir á gögnum og ég held að við að gera eins og aðra þjóðir, við að horfa á þessi gögn við að tjekka á þessu. Ég segi bara eins og Þorgerður Katrín sagði við Nóbelsverðlaunahafan í hagfræði sín tíma, hann það bara að fara í endurmenntun. Við vitum greinilega best. En við ætlum að henda okkur aðeins í komment áður við förum í annarkvort höldum áfram með þetta eða skellum okkur í eitthvað annað umræðefni. Já. Megum náttúrulega ekki gleyma okkar aðalmönnum og það er góða kvöldið Strákar og Íris.
Þeir Holy Thunder Aflæsaður. Eldur segir þetta verður veisla Holy Thunder King segir ég veit að kynjamálið er mjög mikið kallmenn sem kalla sig konur er slæmt en mér hefur alltaf fundist meira móðgandi þegar kona segist vera karl hvað finnst ykkur? Ég er með smá svona skoðun á því sem að er bara þannig mér finnst það ekki eins slæmt því það er miklu minna almennt kynferðisbrot hjá konum og þær eru í minni líkamlegri yfirburðastöðu til að nýta sér eitthvað gagnvart hinu kyninu ef hún er til staðar. Það er mitt álit. Ég vil heyra ykkar. Eru þið með eitthvað skoðun á þessu? Mér er alveg skýt sama hvað fólk segir að það sé. Þú ert bara það sem þú ert, sko. Og... Ég er alveg sama. Ég hef enga skoðun á því. Ég bara, þú ert það sem þú ert og ef þú vilt vera eitthvað annað, mér er alveg sama og meðan þú ert ekki að tróða í hún í mig eða reyna að gera lagabreytingar eða heimta peninga að mér til að, þess að ég segi ef þú getur ekki feysað það hver þú ert, skilur við, það er alltaf líka ég get alveg kóað með og verið bara já, þú ert kona eða kalla, whatever, skilur við bara ekki vera, þú veist, eitthvað byggðum eitthvað svona pening frá mér út af því eitthvað svona sérstakar skilgreiningu og fá að vera eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona lobbyhópur á alþingi. Nei, ekki við ekki, sko, eins og þetta er náttúrulega þetta er ekkert spurning réttindi, þetta er náttúrulega höfum all mannréttindi þetta er spurningum forréttindi og sérréttindi. Þetta er algjörlega spurning það. Af því að þú veist, þegar þú farin að taka einhverja hópa fram með yfir einhverja aðra, þá er það forréttindi. Og þegar þú ert komið með forréttindi að hópa, þá ertu farin að mismuna fólki. Og það er svo kaldhæðnislegt að þessi woke-hreyfing er alltaf að berjast og feministarnir og allir þessir. Þeir eru alltaf að berjast gegn einhverjum forréttindum. En þeir eru alltaf að búa sjálfur til forréttindi og það er einhvern veginn alveg sama hver og drepunuðu fæti þegar kemur að þessari woke-hreyfingu og þessum svo kallar menningalega marxisma, við getum kallað það, að þau fara einhvern veginn alltaf í andhverfu markmiða sína. Þú veist, þau eru með þetta að reyna að skapa eitthvað svona jafnrétti en það endar alltaf í mismunum. Við sjáum þetta líka í feminismanum. Jafnréttistofa, þú veist, það verður aldrei verið í jafnt kynjahlutfall, ever og hvergi og það er engin kallmaður á jafnréttistofu held ég held ég að vera að gera þetta í gær. Já, ok, það voru nokkrir þegar ég var þar en þú veist, þegar ég kíkti en það er alveg svolítið síðan að ég tjekka en þá voru þær í miklu meiri hluta og þú veist, og þetta er allt svona. Ef það er einhver það náðu það ekki einum að hverjum 10 sko. Ég finnst það líka bara segjandi mikið að þú sérð enga konu skilgreinansi sem kallmann og fara svo yfir í einhverja íþróttir eða eitthvað svoleiðis og setja allt þar í uppnám. Það gerist aldrei. En let's be real, hvaða karlmaður myndi eiginlega vilja vinna hjá jafnréttistofu? Ef bara svona, veitir hvað ég meina? Já, kannski Þorsteinn. Ég held að Ian McDonald væri helvíti til í það, sá miklu meistari, eða Steini Vaff. Hér er dómsmálaráðuneytið, skrifstofa jafnréttismála. Já. Og þetta eru efstu 6 og þetta er allt konur. Þetta eru bara, það eru 6 mann sem vinna. Þetta er tæmandi listi. Þannig að það er 100% konur. Það eru 100% komin á skrifstofu jafnréttismála. En pælið í því að þú veist að svo eru þau með jafnréttislöggjöf sem það fari ekki eftir. Og það er einhvern veginn alveg sama hvar við skoðum. Þau brjóta allar reglur sem það setja. En aldrei gleyma því heldur að þetta er jafnrétti sem þau vilja. Þetta er jafnrétti sem er verið að berjast fyrir. En sko vókið, við vonum að tala um vókið, þeir sem, sko, vókið og kvenfólkið fer saman og þess vegna er ástandið á Íslandi svona ofboðslega slæmt. Ég ætla að fyrirgefðu Íris, ég ætla að fá að trufla akkurat þetta því að þetta er bara einmitt umræðuefni sem að ég ætlaði aðeins að bauna hérna á eftir. Tökum það beint eftir kommentin. Já, ég ætla að fá bara að setja pásu, taka akkurat á þetta og klára kommentina af svo að við lendum ekki á eftirni það og svo vindum okkur einmitt í akkurat þetta. Björnin, okkar góði maður, segir góða kvöldi fallega fólk, djöfull lítur Sverrir út með nýja hárlitin. Takk fyrir það, blásaður Björn, blásaður. Gúter er ekki ósáttur við þetta, sko. Eldur segir, opinbera stofnari mega samkvæmt lögum ekki flagga þessum fána vegna laga hlutleysi. Ég get alveg ímynda með hvernig henni Helgu kennara leið á Akureyri þegar hún var að labba einmitt niður á lögreglustöð máli út af akkurat svona og regnbogafáninn blakti fyrir utan lögreglustöðina. Það getur eitt ímyndaðir hlutleysi sem að hún hefur átt vona á þar. Einmitt. Já. Herðu, ok, svo er
svo kemur Somerset með finnst það vanta í umræðuna af hverju allt orðið svona, hverju komuðu sá og af hverju, hver tilgangurinn, við sjáum öll afleiðingar úr lifum, en hverjir og til hvers, þetta ekki eitthvað sem við þurfum aðeins að grafa bara hjóla í á eftir eða? Svona, þetta svona, við náum þess ekki í einu svona stór og þung heimspekileg spurning líka. Þetta ekki svarað á 30 sekundum. Nei. Björnin segir hérna, konan mín vil koma því til skila að Íris sé ótrúlega mikil gella. Já, við hljóttum bara, við erum saman að því. Eldur segir þetta huge peningamaskín á Íslandi líka, gallinu sá að allir kostnaðurinn skattgreiðenda. Helga Dögg sem ég myndist hérna á, að sjálfsögðu finnast börn sem upplifa sig með ónót í eigin líkama, en til þess höfum við sálfræðinga til að ræða rangugsun og aðstoða börn frá því í stað þess að henda þeim inn í samtökin 78. Ég myndi vilja bæta við þetta, fæstum sálfræðingum eitthvað treystandi, þeir eru allir einhverju menningamarxistar og einhverju svona óhamingjusamar konur og eitthvað, ég mæli aldrei með því að menn fara til sálfræðings, sko, nefnum bara, það er ekki margir góðir sálfræðingar til, sko. Sálfræðingastéttin í Bandaríkjunum er núna 75% konur. Já. Ég held að sé svipað á Íslandi og ég veit að það er svipað á Spáni. En það er samt sem að rosalegt jafnrétt innan háskólana vegna þess að þar eru sko 3 af hverjum 4 sem eru útskrifaðar konur og við vitum öll að það er ekki búið að ná jafnrétti þar fyrir að það eru 100%. Svo kemur hérna áhugaverður punktur frá okkar manni Ding Dong Ba, það er Jón Þormar, taktu líka eftir því með Buck Angel, hún segist ekki vera kallmaður og vilji lifa sem slíkur og er enn með kvenkins kynfæri, já. Buck Angel segist ekki vera kallmaður en lifir sem kallmaður. Það er alveg mjög greinilegt þarna hjá Buck með það. Bjarki segir svo Sverrir kom með hár, þetta er líkt á 11. september fyrir okkar smekklegu Norrvutu. Talandi landlækni, er Ísland að gefa jafnmikið á hormónalyfjum og önnur samsvarandi lönd, ég held að sé miklu meira. En mér skjátlast ekki. Væri gaman að sjá. Já. Julie Bindul vildi þetta að meina það að við værum með heimsmyndið í að transa börn. Já, Julie Bindul frá Telegraph kom hérna. Sigrún Þorsteinsdóttir segir akkur líður börnum og ungu fólki svona illa, bara skilða ekki, það er kannski rannsóknarefni, það er annað sem að mætti ræða. Ína Stænge, okkar manneskja, segir mikið er þetta góður félagskapur, skál frá Færeyjum, ekki transfáni inside. Já, heyrðu, Færeyingarnir eru algjör snillingar, sko. Já, heyrðu, skál, ég bara byrja að hilsa Færeyingum. Já, kveðju á Stænge. Okkar bestu vinnir. Og Eldur segir svo hérna kemur með áhugaverðan punkt, það er varðhundar um allt kerfi, það er starfsmaður hjá embætti landlækni sem á transbat, go figure, já, og biskupinn og sýsti biskups og alls konar svona. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Fyrst á Munkhausen mamas. Já. Náttúrulega sko foreldrar svona transbarna eru náttúrulega hörðustu selótarnir í þessari hreyfingu allri því að þeir eru náttúrulega, þú veist, ef að þeir ætla eitthvað að fara á móti þessu þá þurfa þeir að horfast í augu við það sem þeir eru búin að gera við börnin sín. Það er ekkert grín, sko. Það er ekkert grín, sko. Þess vegna bara að þau myndu deyja fyrir hennar málstæða, sko. Maður myndi líka bara halda, sko, að áður en að lengra er haldið í þessum ferlum að ef að foreldrarnir eru mögulega haldið sem að börnum, ef þetta er einhvers konar innræting, þá verður að skoða foreldrarna. Það verður að vera forgangsatriði, sko, af því að maður sér að það eru sumir foreldrar sem eru algjörlega snar geggjaðir og þeir eiga kannski 3 börn og þeir eru öll, sko, með eitthvað, þú veist, hver eru líkurnar á því, sko? Nei. Það eru bara slim to none, slim just left town, eins og ég segja. Bara enga líkur. 2 íslenskar konur sem að ég veit sem að eiga samtal 6 börn og 5 þeirra eru trans eða non-binary eða eitthvað í líkingu við þetta. Þannig að það er áhugaverð tölfræði. Ég var mynd að sjá hann hérna Þórdís Elva sem á held ég 1 eða 2 transbörn og eitt af þeim sem byrjaði að transa eittir að 2 eða 3 ára, kallaði kynjakönnuð, fekk mér þess að fekk að forsíðu viðtal hjá Vísi þar sem var að ræða þetta og náttúrulega engin spurningamerki sett og hún er núna með eitthvað fyrirlestra röð í menntaskólum, sko, hún var í menntaskólum í Sund, var að skrifa eitthvað status ok, bara ekkert aðtöður til þetta er nött. Hún er líka búin að vera á einhverju fyrirlestra röð með görnum sem að nauðga henni, sem að hann neyðist til að standa þetta upp á sviði og þú veist bara, geta skít þar niðurlægingarserimónía. Já. Við erum búið með kommentin svona sem ég ætla að taka í bili og hérna Þú varst með eitthvað málum svo að þið taka Já, það var akkurat það sem að Íris var að ræða þarna með kvenvæðingu bara
Ég bara kerfisins eins og það leggur sig. Ég hef, þú hefur kallað þetta píkuveldið, Íris. Mér hefur Íslenska fundist píkuveldið. fyrsta deginu skemmtilega með það. Mér langar að heyra eins hvar þú ert þegar kemur að þessu. Íslenska píkuveldi, áttu þá við svona þetta hyperfeminization á, eða svona? Bara það allar æðstu stöður þjóðfélagsins kvenfólk og sko sonur minn fréttamaður á Viðskiptablaðinu, þannig að ég alltaf að kíkja á Viðskiptablaðið. Ég man ekki hvenær ég sá síðast einhverja frétt frá Viðskiptablaðinu mann einstakling ráðinn í einhverja háastöðu. Þetta alltaf konur, þessar fréttir af, fólki fréttum í viðskiptalífinu og ráðinn í þess og þessa stöðu. Þetta allt konur. Og lögreglustjórar yfir öllum embættum, ríkissaksóknari. Hvort sem það prívat eða opinber. Sen ég bara tók bara að dunda mér hérna í gær. Hérna dómsmálaráðuneytið. Dómsmálaráðuneytið. Þetta sést svo illa. Sést þetta illa? Já. Ok, þetta bara bleikt og blátt. En ég skal bara Gefðu ykkur bara svona cirka-bát. Ok, statistík. Ok, já, ok, ég ætla bara að leiðrétta hérna. Það jafnréttis skrifstofan í dómsmálaráðuneytinu. Það eru engi karlmennar. Nei, það voru 6 konur. Á jafnréttis stofu hins vegar eru 4 konur og 3 karlmenn. En bæði framkvæmdastjórinn og rekstrarstjórinn eru konur. Nú í dómsmálaráðuneytinu þar eru 52 konur, 23 karlar. Barna- og menntamálaráðuneytið 68 starfsmenn, 50 konur, 18 karlar. Heilbrigðisráðuneytið 78 starfsmenn, 56 konur, 22 karlar. Atvinnuvegaráðuneytið 61 starfsmaður, 36 konur, 25 karlar. Svolítið, og ráðuneytisstjóri, skrifstofustjórir, meiri hlutin af öllum æðstu stöðunum í þessum ráðuneytum eru konur. Ekki bara meiri hlutin, heldur greinlega yfirgnæfandi meiri hlutin. Og veistu hvað athyglisvert? Ég var nú ekki búin að gáa öllum ráðuneytum, en ég minnstakosti 4 ráðuneytum upplýsingafulltrúarnir eru karlmenn. Mér fannst það bara svolítið skondið, mér fannst það svona eins og ég myndi vita upp á mig skömmina skilur að vera búin að fylla þetta svona næstum. Það gefur náttúrulega líka ótrúlega svona skakka mynd. Já. Þú veist, með 80-90% konur í ráðuneyti en svo hefur alltaf PR representative og hann alltaf kall. Hann alltaf kallmaður. Ég held að það sé gert af ásettur á því. Ég alveg sannfærður um það. Þetta taktískt. Þetta svona, útsmóið. En ef ég spila leiðilega gæjan og nota rök sem að ég hef heyrt, ég þarf að gera sammálaðum, en nú eru kallar búinir að klúðra svo miklu í öllu saman eins og við erum að tala. Ekki komin tími til að konur fái að spreyta sig? Klúðra hverju? Já, klúðra hverju. Þetta er ekki mín rögg, þetta er bara það sem ég er að heyra. Þú veist að spila þegar þú sættir þá er þetta bakkað upp. Þú voru að spila þetta? Nei, við erum búin að spila rassin og buxunum og nú er allt svo leiðilegt og við erum búin að klúðra öllu, en nú taka konuna við. Er ekki komin tími til að við gerum eitthvað svo leiðilegt? Ok, þá skal ég skal koma með gaggrök þá. Er það ekki rétt ef að þú veist einhverjum nefnstu aðra þrældóm að einhverja kynslóðar eftir þeim þræli þá fyrir þá? Eru þær til í það? Er það til í að fara til Afríku og fara að þræla ef það er málið eða þú veist eitthvað svoleiðis, eða til Írlands, við náttúrulega tókum oft Íra sem þræla hérna árum vilja þau fara til Írlands og þræla þar, þú veist, það er svona, þú veist, leiðrétta einhvers konar, þetta er bara hugmynd, þú veist. Þeir hljóta nú að hafa gert eitthvað rétt, kallmennir, það eru þessi patriarki lönd sem eru náttúrulega vesturlönd, að það er náttúrulega búin að vera biðröðin af fólki að komast hingað inn, ég sé hins vegar ekki biðröð að fólki að komast í hinna áttina. Nei, en er ekki eitthvað rangt við að kalla land patriarkiland þar sem að allir helstu svona stjórnmálastöður og embættismenn, ráðuneytisstjórar og allt svoleiðis, lögreglustjóri, ríkissaksóknari, biskup, það er alveg sama hvort þú lítur. Er ekki pínu skrítið að kalla þetta patriarki eða þú veist, hvað heitir þetta á íslensku? Feðraveldi. Og er ekki svolítið skrítið líka að halda því fram að hér sé einhvern veginn að þurfa að gera meira, þú veist,
við erum bara svo stutt komin, við erum ekki komin nú langt, og svo framvegis, veistu hvað ég meina, þetta þú veist, finnst þér þetta ekki pínu galið? Þetta er galið, sko, árið 2023, þá var þessi kvenna og kváradagur haldinn á Íslandi og þetta er alltaf í fréttunum, heimsfréttunum, sko, Ísland svo jafnréttasta land í heimi, halleluja, og skipuleggjendurnir, það var viðtal við þær ég sá bæði á New York Times og National Public Radio og fréttamaður spurði hvaða réttindi íslenska konur hefðu ekki enn fengið og þær gátu ekki svara því. Þær gátu ekki svara því. Nei, gátu ekki svara því. Sko ég well, there is always there is always work to be done. Enn hugsanartöppin, work to be done. Við erum einmitt á morgun að fara að berjast fyrir sjálfstæði Íslendinga, þú veist. Nei, fattar þú veist, það myndi ekki mega neitt sens, við náðum 1944. Þannig að það er svona, þessar hreyfingar hafa rosalega mikið tilhneigingu til þess að halda áfram og það eru óbúslega margir sem að vinna þarna, það eru óbúslega margir sem að fá greitt einhver staðar af þessum kvennarhreyfingum og sponsor frá ríkinu og svo eru þeir líka að fjármagna sína svona pólitísku samstarfsmenn eða allies, skilur við, og þá eru þeir á launum við einhvers konar aktivisma sem geta haldið einhverju úti og jafnvel heila þeir börn með pólitísku skoðunum, þú veist með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, þú veist, og alls konar svona. Já, þegar að svona stofnanir eða samtök eins og samtöki 78 þegar að öllum réttindum, öllum kröfum er náð, hvað á þá að gera? Og það er allir þessi fjöldi fólks sem á afkomu sína undir því að sko samtöki séu ennþá til. Akkurat. En það er bara frambóðið þú veist, eftirspurnin eftir hatri eða eftir einhverju veseni. Það þarf að selja hatri. Það þarf að selja þetta og ef það er ekki til, þá er það bara búið til. Það er bara eins og transi var búið til. Akkurat, og þess vegna er verið að ljúga hatri upp á alla vegna þess að það er ekki til og það er eina leiðin til þess að halda áfram að fá pening. Og svo tökum við þetta með námsmenn til dæmis, að því að 3 af hverjum 4 eru konur sem eru útskrifaðar á háskólanum. Og það kom maður til Frosta Loga í viðtal sem hafi gert þessa skýrslu þar sem að 50% drengja voru, þú veist, gátt ekki lesið sér til gagns eftir grunnnám og 30% stúlkna. Og hann fór taka saman sem sagt öll þessi námskeið og átök sko sem að voru gerð bara fyrir konur. Það var ekkert fyrir stráka, hvort það var 1. Nei. En hann hætti að telja held ég þegar hann var komin yfir 300 fyrir stelpur. Þannig að þú veist, maður svona hugsa með sér býtu, það er í meiri hluta allstaðar í öllum deildum og meðal allra sem að, þú veist, ég held kannski í starffræði einhver staðar þar gæti þær verið í minni hluta, en þá fer maður alltaf að spyrja sig, af hverju er það að, þú veist, þetta er svo rosalegt óréttlæti og þetta er rosalegt misrétti og þetta er fólk sem að, ég feminist það því ég skal vera jafnrétti sinni og maður bara svona, heyrðu, ekkert að því sem verður að gera stendur fyrir jafnrétti. Kallar fólk þetta jafnrétti? Þetta sem ég var að tala hérna með ráðuneytin. Þetta er bara botlaus spilling. Þetta er botlaust, já. Ég sé konur ekki vera að heimta að fá að vinna sko í byggingaiðnaði eða sjómennsku eða sko skólplögnum eða þú veist, þetta er kallmenn sem gera öll þessi sem halda þjóðfélaginu gangandi. En þetta er líka bara af því að umræðan alla réttindabaráttu er orðin absúrt. Réttindabarátta er alltaf bara réttindabarátta einstaklingsins, þetta er réttur einstaklingsins gagnvart í ríkinu. Þegar við erum búin að færa alla umræðu það og við erum komið með eitthvað þá hugmynd það að það sé eitthvað réttindabarátta, eitthvað ákveðina hópa, þú veist hvort sem það eru konur eða svertingjar eða whatever, gagnvart einhverjum öðrum hópum og hver á að koma og í rauninni með ofbeldi tryggja jafnrétti milli þessara tveggja hópa. Það er ríkið, skilur við. Þannig að feministar eru að tala fyrir ofbeldi af ríkinu. Ef við förum bara og greinum þetta algjörlega niður í duftið, að þá er þetta ríkis en forsað ofbeldi til þess að koma ákveðnum hópum í einhverja stöðu nær eða fram yfir aðra hópa, þú veist, jöfnuður, skilur, þetta snýst jöfnuð, ekki jafnrétti. Já, en þess að segja, milli hópa en ekki einstakling. Já, en bara það er, ég held að sé rosalega mikilvægt að í allir umræðu að fara í, að segja það, að þau eru að tala sko,
þau eru að tala um hérna, bakslag í einhvers konar réttindabaráttu að segja, ok, hvaða réttindi eru það? Hvaða einstaklingsréttindi og hvaða réttinda eru það sem er í hættu? Hverjir eru að reyna að taka af ykkur og hvernig? Útskýrið þetta. Þið getur ekki sagt bara að það sé eitthvað bakslag, að það sé eitthvað réttindi sem er í eitthvað hættu, svo getur þið ekki sagt hvaða réttindi það eru. Hefur einhver tíman í allir þessari umræðu þetta bakslag, það komið fram hvaða réttindi það eru sem eru raunverulega í eitthvað hættu? Nei, að þetta er allt bara bull. Það eru, ég ætla að svara þessu með hérna hvað þau tala og þetta er ekki mín orð, ég er að umorða. Þetta með akkur að sé ennþá svona mikil þörf á þessum feminisma og það er það sem að þau segja atvinnumennir í þessu. Það er það að sko, það er vissulega komni fullt af svona stöðum sem að konur eru komnar í og allt hannig, en það er ennþá svo mikið hugafar og þau náttúrulega sko, hugafar í gagnvart konum er ennþá á svo slæmu stað. Þetta er menningarmarxismi. Þau nota þetta vegna þess að þetta er ómælanleg eining sem þau geta svo endalaust mjólkað til að halda þessari peningamaskinu gangandi. Og Íris, þú komst inn á hérna þetta með í Bretlandi og námið og annað, það sé ekkert kennt nema þetta. Nú er ég í kennaranámi og helmingurinn sem ég er búin að fara í núna af öllu er búin að vera einhvers konar kynjafræði eða fjölbreytileikafræði eða eitthvað svoleiðis. Í kennarnámi. Þetta er gjörsalega gagslaust í náminu. Þetta er bara innrætingana. Og svo er náttúrulega eins og hérna heima, konur eru sko 90% allra kennara hérna. Já. Meira ábyggilega, allavega grunnskólastígi. Já, og heyrðu, sko, þið myndust hérna í síðasta þætti á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Sko, sjáu hvað þetta er bilað, heimsmarkmið númer 5 er jafnrétti kynjana. Fyrsta setningi þar. Jafnrétti kynjana verði tryggt og völd allra kvenna og stúlkna efld. Þetta er jafnrétti. Já, þá er þetta eflaða núna og sérstaklega þá í Íslandi þegar það er gjörsamlega búið að kollvarpa þessu. Já. Þetta er gjörsamlega galið. Gjörsamlega búið að snúa þessu. En þetta er svona, eins og maður kalla, þetta er oxymoron, revkvörð þegar þú segir sko algjör andstæði við það sem þú ert að segja. Já, þetta er kallað sko, það er talað um lygi en svo er talað um antitruth. Og antitruth er, akkurat andstæða sannleikar, svo er svona versta útgáfan af lygi sem til er. Tryggja jafnrétti kynjana með því að efla völd kvenna og stúlkna. Svo er það trikkseðu beita í þessu markmiði Sameinuðu þjóðanna er rosalega sko, það er rosalega sniðugt því að þau sko, þegar þau eru að þylja upp tölfræði, þá taka þau alltaf svæði eins og bæði Afríku og Mið-Austurlönd og annað með þegar að vera að þylja upp hvað sé að og hvað þurfa að laga og setja þá lógík yfir á Vesturlöndin þar sem þetta nær engan veginn þar sem þetta bara á engan veginn við. Þetta er alltaf sniðug leið að því að þú ert ekki að berjast fyrir neinu í Afríku eða Mið-Austurlöndum heldur ertu bara í Vesturlöndum og þú notar tölfræðina þaðan sem eru þetta stundum bara sláandi. Þannig gabbaðu þig með tölfræðin. Þetta er náttúrulega ógeðslega óheðalegt sko. Þetta er, þú veist, og óheðaleikin aftur, hann er bara svo svakalegur sko. Þessar sömu kvenréttinda konur að það má hins vegar ekki sko gagnrýna það má ekki þegar að sko konur frá þessum svæðum eru komna inn í okkar land, það má ekki banna að þær séu í borka eða með, þú veist, þessar slæður þá sko það má alls ekki það má ekki gagnrýna kúandi siði þessara menningarhópa. Já. Alls ekki, það er alveg bannað. Já, það er einhvers konar ofnæmi fyrir því að taka á alls konar kúun og það er eins og til dæmis að múslimar þeir fá, þú veist, allt aðra meðferð heldur en aðrir hópar. Saman hvort það kemur á glæpatíðni, þú veist, umfjöllun og fleiri hlutum. Það virðist vera einhvern veginn eins og þeir séu svona undanþegnir í Svíþjóð. Að þá kom kód 271 neymar rétt. Og þá var svona regla um það að ef að, sem sagt, útlendingur hefði brotið af sér eða það lítaður eða einhver svona af þessum skilgreindu minni hlutahópum eins og þetta komið inn á í hatursorðræðislögunum að þá mátti ekki fjalla um það. Jú. Þú veist, þá mátti ekki tala um það allavega ekki þannig.
Þannig að þú vissir ef að viðkomandi var ekki skilgreindur í fréttinni, þá vissir alveg hver það var. Heyrðu, sko, hatursorðræðan, það nú sko mesti skandall bara sem bara í íslenskri sögu löggjafans. Hér skilgreining á hatursorðræða, okay. Ekki liggur fyrir nein skilgreining á hugtakinu hatursorðræða, hvorki að þjóðarétti, né landsrétti einstakra ríkja. Þetta Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Hún sagði þetta. Það hefur verið, hún var beðin að skilgreina þetta. En það íslenskum alþingismönnum finnst allt í lagi að refsa fólki, það var hendað í fangelsi í 2 ár fyrir eitthvað sem ekki hægt að skilgreina. Og það statt og stöðugt á Ríkisútvarpinu og á Vísi og MBL. MBL þykist vera blað íhaldsmanna, meiri skýta drasli sem það að endalaust verið að tala fyrir hertari hatursorðræðulögum á þessum miðlum. Þetta eru blaðamenn. Þetta að vera eitthvað svona frelsis, eða eitthvað svona út af við svona frelsistengjandi, eitthvað svona, við erum að verið að tjáningarfrelsi. Þeir eru endalaust verið að tala fyrir þessu. Og að þú ert stjórnmálamaður og vilt fá að koma þessu sjónarmiðum á framfæri í einhverjum af þessum viðlum, á Vísi, RÚV eða MBL, þá færðu það bara algjörlega, það engin gagnrýni, þú færð bara að básuna þessu rugli út og þetta eru stjórnmálamenn sem kýtlar í puttana til þess að fá að handtaka og fangelsa fólk fyrir að segja hluti sem þau mislíkar og svo koma þær á fjölmiðlana, fara upp í hádegismóa, fara niður í Efstaleiti eða fara yfir í Vísi og það bara tekið drottninga viðtöl við þessa menn og það láti eins og þau séu bara svo rosa réttlátir að vilja vernda þessa hópa. Þetta svona klísjubull, sko, þetta stór hættulegt og íslenski fjölmiðlar, þeir ættu að skammast sín fyrir sína þáttöku í þessu og ég sé bara, það verið að reyna að þrengja. En þú ert eins og þú kemur inn á, þetta í rauninni eins og tvöfalt réttakerfi. Þar sem að annar hópurinn með sérréttindi, þú mátt ekki segja hvað sem hann og þú veist og hann sérstaklega verndaður og svo framvegis, en svo ertu með aðra sem að má segja allt og þeir hljóta ekki sérstaklega vernd, þannig að þú ert aftur, þú kom með sérréttindi, þú kom með mismunni í umræðinni og sérstakt einhvern veginn að allir þeir sem verið að verja eru þeir sem að kjósa flokkana sem að semja lögin, veist hvað ég meina? Þú veist að þeir eru að passa, þetta eru hóparnir sem að aktivistarnir eru að venda sem að kjósa flokkana og eru að standa fyrir og eru að vinna með. Þannig að það í rauninni verið að reyna að banna pólitíska umræðu og það verið að reyna að bjaga hana. Og þú veist að þetta aftur, þetta bara spilling og þetta óheiðarleiki og þetta ógeðslegt. Að sjálfsögðu, ég með þegar þú ert með eitthvað í hegningarlögum, sem ekki hægt að skilgreina. Þá bara, sko, ég segi eins manns hatursorðræða annars manns ástaróður. Bara verið að gefa sjúkum mönnum lausan tauminn við að fangelsa pólitíska andstæðinga sína. Og draga, það þetta, sko, hvernig þið búið að draga Eld og Pál Vilhjálmsson draga fólki gegnum réttakerfið í sko mörg ár. Sko, af þá stofnunum sem eru fjármagnaðar að ríkinu, sko. Að það skuli bara gerast á Við skulum taka rosalega bara nýlegt dæmi hann Pál Vilhjálmsson. Það hann stóð þeir voru kærðan fyrir meiðyrði, þýskastálið og einhverjir og töpuðu málinu. Og einn þeirra ætlaði, hvort það var Aðalsteinn Kjartansson, hann fekk 1,5 milljón í styrk frá Blaðamannafélaginu til þess að standa stiga á þessu þráttur hann hafi verið sakfelldur. Og hann í órétti, þeir fór í mál, ekki málið, hann fær 1,5 milljón frá Blaðamannafélaginu og fer svo ekkert lengra með málið. Hann tók bara Eddu Falag á þetta og hirti bara peningin. Ég veit ekki hvort að það rétt. Mér skilst að sko Blaðamannafélagið hann hafi fengið loforð fyrir þessum fjármunum ef hann myndi sko fara með málið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, sem náttúrulega algjör skandall að Blaðamannafélagið skuli gera. Hvernig getur það verið að þú ákveður að fara í meiðiramál við eitthvað, tapar því og Blaðamannafélag Íslands lætur þig hafa 1,5 milljón af félagsmanna? Svo eru þessi lippar eitthvað að hissa á því að menn skuli í auknum mæli tjá sig undir nafnleynd til dæmis eins og X. Það bara út af nákvæmlega þessi. Þeir eru að lögsækja, þeir eru fyrsta lagi. Það er að ofsækja menn. Það er verið að ofsækja menn, það er verið að reyna að niðurlægja þá fyrir að vera að tjá sig gegn narratífinni.
þeir reyna að láta menn missa vinnuna. Þeir doxa menn, byrta Sannlega heimilið, sína, taka myndir á hurðinni, börnunum á leikskólanum. Og nú nýjasta nýtt þar sem stjórnmálamenn eru að reyna að beita löggjafavaldinu gegn mönnum fyrir að vera að tjá skoðanir gegn narratífinni og svo eru fólk, svo eru menninu ekki menn séu eitthvað að tjá sig undir nafni. Það bara út af aðstæðum sem að þið sköpuð, þannig að draslið ykkar. Ég ætla að taka dæmi vegna þess að þetta er einn af þeim sem að Kristrún Frosta og þeir líta voðal upp til að Keir Starmer og félagar hérna í Bretlandi. Ég ætla að taka þrjú dæmi þaðan sem eru sko gífurlega alvarleg og stefnir í hér ef áfram fer sem horfir. Það var aðili sem að tók sér til, hann var að labba framhjá með félögum sínum á einhverju fyllirí og það var reitura sem byggja átti mosku. Hann setti baconsamloku á moskuna sem hann var með á sér. Ok, þeir, vitið hvað ég gera? Þeir hendunum inn í almenna deild á fangelsi, þar sem að voru 95% múslimar, þar hann myrtur. Það var búið að vara á við afleiðingunum í þessu og hann drepinn fyrir þetta. Hann raunni, þeir dæman nánast viljandi vegna svo lögmaðurinn sem var búin að vara við því, hann þyrfti bara að fara á lokaða deild og eitthvað svoleiðis. Hann dæmdur svo gott sem dæmdur til dauða fyrir þetta. Svo annað dæmið nýlega, það sem var hvítur maður, þetta nú bara fyrir nokkrum dögum, það var sakveldi fyrir að nauðga konu sem var sík og mér finnst að þetta ætti raunin að vera, hann dæmdur í lífstíða fangelsi. Við erum að sjá aðila sem að nauðguðu tugum breskra stelpna, Pakistanar, þeir voru dæmdir í 16 ár, skilurðu. Mér finnst að allir það voru margir sem að fengu bara að ganga saklausir eftir örfá ár sko. Þetta nú ekki alveg rétt hjá þér. Svo eitt dæmi sem líka alveg svakalegt og það nýlegur breskur dómur, ég man ekki hvort hann árs eða 18 mánaða gaman. Þar var það úrskurðað að það væri alvarlegri glæpur að nauðga arabískri konu út af því að það hefði svo mikil áhrif á möguleika hennar til að giftast og finna sér eiginmann. Dómurinn var sérstaklega þyngdur út af því. Við erum að horfa á þetta, þetta fyrirmyndin hjá... Aftur, svona two-tier justice system, þú komið tvöfalt kerfi og við erum að sjá þetta aftur og aftur. Við sáum þetta líka í kringum mótmælin hjá, Tommy Robinson. Þá var verið að fangilsa fólk og það var verið að setja þau inn og það var verið að losa menn úr fangilsonum sem voru að kannski vera alvarleg brot og það var verið að dæma menn fyrir að mótmæla. Sem að til dæmis fólk sem að kannski vant að mótmæla til dæmis ástandun í Palestínu, það myndi aldrei meika verið gert gagnvart þeim, en þetta allt í lagi gagnvart í fólki sem að deilir ekki skoðunum með þeim. Þú ert búin að búa núna í Minnesota, hvað í 2 áratugi? 25 ár. Mér langar að skjóta, áður við skiptum umræðefni, ég ætla bara rétt að skjóta líka inn að það var á Sky fucking News, þá verið að ræða óeirðna sem verið í Southport, þar sem að aðilar höfðu uppi misfögur orð Íslam meðal annars. Sky News að fjallum þetta, það sé verið að dæma þau í margra ára fangelsi suma, svo glottir fréttamaðurinn þegar hann segir, já, svo vitum við öll hver býður eftir þeim þegar þau mæta í fangelsin og hlær svona áður hann fyrir næstu frétt. Bara gefi skina hann að býði múslimandir eftir þeim til að refsa þeim fyrir það sem þú voru að segja Íslam. Þetta er orðið svolítið skrítið hvernig þetta virkar þarna. En fyrirgeðu Helgi, ég ætla ekki að ég var bara ekki alveg tilbúin að skipta. Nei, það bara... Ertu búinn? Ég er búinn. Það má ekki tala þetta. Ég ætla að minnast á þetta áðan það sem að, það var frétt í Morgunblaðinu í síðustu viku ofbeldi á Oslo S, járnbrautastöðinni í Oslo og það vantaði, ég skrifaði smá frétt það á Þjóðólf, að þetta var svona ekki frétt. Það vantaði algjörlega það sem náttúrulega allir vildi vita ofbeldi á þessum stað. Hverjir að fremja ofbeldið? Mikil ráðgáta. Það var ekkert minnst á það. En, hvað var það sem var að gerast þarna, Íris? Það var viðtal, þetta var frétt úr norska ríkisútvarpinu og það var viðtal við 2 öryggisverði sem vinna á brautastöðinni sem að bara segjast leggja líf sitt í hættu á hverjum degi með að koma í vinna, það alltaf verið að ráðast á það og
jafnvel býta þá og bara, já, bara hryllilegt ástand þarna og svo ég bara fór og leitaði upplýsinga sem sagt, ég svo sem vissi það alveg áður en hérna sko upplýsingar það liggja á lausu, það vita þetta allir, þetta eru sko upplýsingar frá bara Hagstofu í Noregs og Statistics hérna Norway og að innflytjendur frá ákveðnum löndum fremja flesta glæpina. Það sem við fáum núna út af þessari hérna, fjölmiðlastefnu, út af stefnu fjölmiðla Já, þetta eru börn líka og þetta eru glæpagengi og þetta eru börn undir 15 ára aldri sem að eru sko gerð út af sem bæði á eigin vegum sko, og gerð út af glæpagengum vegna þess að í Skandinavíu þá hérna, ákærfum við ekki börn. Jú, það búið að breyta því núna í Svíþjóð, þeir kæra núna börn í Svíþjóð. Nei, þeir eru búnir að breyta því. Það var gert núna nýlega við stjórnarskipti. Og það er einmitt út af þessu sem þú ert að lýsa, að þá hafaði brugðist þannig við að núna í fyrsta skipti í sögu Skandinavíu, þá hefur verið að lögsækja börn vegna þess að þeir eru farin að nota þau til þess að fremja alls konar glæpi, ofbeldi, skjóta fólk, þú veist, dreifa fíkniefnum, bara nefndu það. Að þeir nota börnin með einhverjum hætti sem hefur aldrei þekkst áður. Það sem við fáum líka bara í fjölmiðlum alltaf eru núna bara svona hálfsagðar fréttir. Það er alltaf búið að ákveða narratífuna fyrirfram. Þannig að þeir sjá sér nauðbeygja til þess að segja frá okkur svona. Og þá er svona slett og maður er farin að taka eftir því að það er einhvern veginn, það meikar alltaf minni og minni sens allur fréttaflutningur. Bara eitthvað sem byrju heildarmyndin í því sem verið að segja frá er alltaf að skekkjast meir og meira og eftir því sem gengur verr og verr með þessa fjölmiðlastefnu og annað að þá mun þetta alltaf skekkjast meira og meira. Það er algjörlega óhjákvæmilegt og núna er við til dæmis reynsla nágrannalanda okkar er að önnur og þriðja kynslóð innflytjenda frá Miðausturlöndum, Suður-Asíu og Norður-Afríku að þeir versna, að glæpatíðni eykst með annar og þriðju kynslóð. Þannig að við erum bara svona rétt byrjuð að smakka. Já, og radikalismin versnar. Radikalismin versnar, þetta versnar allt saman, en við erum samt farin að sjá, ég er farin að sjá, nema svona, þetta ósamræmi og það eykst bara svona jafnt og þétt í fréttum og svona meira sem fer að vanta í alla fréttir og maður er bara eitthvað svona, hafið þið enga mannlega reist það fyrsta sem maður lærir í fréttamennsku er að læra að skrifa frétta, sko, hver, hvað, hvenær og hvar og hvernig og það vantar í fréttina hver er að fremja glæpina það mátti ekki segja frá því og maður svona veit að þegar maður er að lesa svona fréttir og það kemur ekki fram hver þá veit maður hver er þá veit maður hver framdi Sko, ég var nú byrjaður að spyrja spurningu á hann þegar ég var kliftur af þú er búin að búa þar í á 3. áratug og það er náttúrulega búið að vera rosalega mikið að gerast í Minnesota það var náttúrulega Floyd sem að George Floyd atvikið það er allt búið að vera vitlaust gegn ICE sem sagt Immigration and Custom og hvernig hefur þú bara svona upplifað þetta ástand? Hvernig til dæmis fréttaflutningurinn endurspeglar hann veruleikan þarna og svo náttúrulega sómala samfélagið, ég veit eiginlega ekki hvar að byrja þú veist Nei, þetta er svo rosalega. Hvernig var að vera þetta? Byrjum bara George Floyd. Hvernig var að vera þetta á þeim tíma? Var allt bara gjössanlega stöppu geðvikt? Það var allt vitlaust upp í Minneapolis og það voru heilu bara hverfin bara lögð í rúst og náttúrulega Tim Walz er sko ríkisstjóri Minnesota hann er kommunisti og konun hans líka og hún sagðist það var opnað gluggan því sko þegar til þess að finna svona svo til að finna lyktina af dekkjum bílana sem voru að brenna á götunum til þess að raunveruleikan sko þetta var svo geggjað en það var allt sko Minneapolis hefur aldrei náð sér á strik eftir þetta og það var
Hvað þá bara út af skemmtunum sem Nei, að urðu? bara út af skemmtunum og allir þetta voru náttúrulega sko fullt af litlum fyrirtækjum, verslunum í eigu innflytjanda mikið sem að náttúrulega gjör eigulöðust og eins og ég segi, þetta eru heilu hverfin sem hafa aldrei náð sér á strik eftir þetta og það var lögreglustöð, ný lögreglustöð sem var nýbúið að byggja og hún var brennd í grunna og þar var reistur George Floyd Square eitthvað við bara farðu á netið og skoðaði myndir á George Floyd Square, þetta eitthvað svona algjört bara Svo líka bara BLM hreyfingin hefur bara verið uppvís af bara svakalegu misferli peningasvindli og það var nú dómsmálar, ég veit, það er örugglega ekki búið að segja frá þessari frétt á RÚV eða á Vísi, en að dómsmálaráðuneytið bandaríska var að kæra, heitir The Southern Poverty Law Center. Þetta er eins og ég var að tala þegar frambóð og eftirspurn Þetta er frábært dæmi það. Þeir fjármögnuðu sjálfir Ku Klux Klan og alls konar öfgasamtök tóku fjármögnu og fengu það til þess að fengu það til þess að mótmæla bara basically þeir fjármögnuðu að hægri öfgastemnu. Ég er að tala hjá. Þeir fjármögnuðu sem sagt þeir fjármögnuðu þessi félög sem þeir sjálfur voru að gagnrýna. Það var ekki nóg mikið framboð á hatri og rasisma til að þeir getur fengið það sem þeir þurfa, sem er fjárframlög, bæði frá hinu opinbera og náttúrulega frá bara þeim sem styrkja þá, bara venjulegu fólki og sem vill berjast gegn rasisma. En það bara var ekki nóg mikið til að rasisma, þannig að þeir fengu, þeir gáfu einhverjum samtökum, Ku Klux Klan, fleiri öfgasamtökum til hægri. Yfir $1 milljón. Og svo fer þetta fólk út á götur og skipuleggur alls konar djöfulgang í nafni náttúrulega Ku Klux Klan sem hefði aldrei getið gert það nema af því þeir fengu pening frá þessum vinstri vörgum í Southern Poverty Law Center. Þetta er svona farið að minna svolítið á þetta sem við vorum að lýsa áðan með feministku hreyfingarnar og LGBTQI plus eitthvað að ljúga hatri, ljúga einhverju upp á, fá meiri peninga og svo framvegis og ef það er ekki til þá þarf bara að feika. Það þarf bara að búa til. Þetta er svona eins og við værum sponsoraðir af samtökunum 78 á Kvenréttindafélagi Íslands. Ekki koma upp um okkur. Það var geðveikt til þess að búa til bakslag til þess að þeir fá meiri pening. Já. Þetta þurfti, það er ekki dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna sjálft sem að það er ekki hægt að segja þetta er eitthvað Trump-lið sem er að uppkokka þetta. Þetta var grand jury. Hvað er orðið við það? Þetta er kviðdómur. Já, kviðdómur, bara venjulegt fólk. Gögnin voru bara lögð fyrir þau og hann kemur svo tilbaka með ákvörðunum hvort það eigi að kæra eða ekki. Og en það er eins og þar þetta er ekkert flokkpólitískt mál. Hefur ykkur við þetta bæta, Jón? Nei, ég ætlaði bara að taka fyrir hvaða samtök þetta voru fyrir þá sem ekki vita. Já, einmitt. Áður en við útskýrum að þeir hafi verið að gera þetta, hvað er svona merkilegt við að þeir hafi verið að gera þetta? Samtök, þetta er náttúrulega ekkert vel þekkt samtök á Íslandi, Southern Poverty Law Center, þetta eru svona eins og ACLU, American mannréttinda svona einhvers konar mannréttindastofa. Já, þetta eru einn stærstu og áhrifa og valdamestu Það er svakalegt. Ég nefnilega gerði mér ekki kannski alveg grein fyrir hversu valdamikil og stór stofnun er Jú, þetta eru samtök sem að framleiða vandamál. Þeir framleiða alveg eins og með transið og allt þetta. Þeir framleiða svona vandamál með aðstoð fróðufræðinga og sérfræðinga sem búa til vandamál og síðan eru þessi vandamál send til pólitíkusa og svo fjármagnaðir öfgafólk sem að þetta er rosalegt vandamál, þetta hatur og þessi hryllilegheit og við verðum að fá peninga frá skattgreiðendum til þess að taka á þessu. Þetta er bara frot. Þeir eru að fjármagna báðar hliðir á öfgum
þykjast vera mannréttindastofa eða einhvers konar mannréttindagöfgar og svo eru þeir í rauninni bara búið til polariseringu, búið til ofbeldi og fá þá meiri peninga út á það. Akkurat. Þetta náttúrulega alveg geðbilu hringekja. En þú veist, við erum að sjá það líka með ICE í sérstaklega Minnesota. Það eru mikið að fréttaflutningi frá Minnesota og hvernig einhvern veginn alltaf er að brjála út af þessum ICE-liðum. Upplifur það þannig sjálf að það sé allt brjálað út af ICE svona meðal almennings eða er þetta lítill hópur? Heldur þetta sé sama fjármagn þarna? Þetta er sama fólkið og stendur fyrir öllu þessi omni-cause. Þetta er sama fólkið og stendur fyrir sko trans- og prætgöngunum og stendur fyrir Palestínu, pro-Hamas göngunum. Þetta er allt sama fólkið. Þetta er ekkert stór, ég held að þetta sé ekki mjög, sko, jú, ég segi það ekki, svona, ég held að hann sé ekki eins stór og fólk, hann er ekki eins stór og hann er hávær. Hann er miklu háværari. Þetta er miklu háværari og svo náttúrulega. Það er basically látið lítið út fyrir hann sé miklu stærri en á raunverulega. Já, og bara náttúrulega eins og hérna að því að þetta fólk á allstaðar gengi inn í bara auðvelt gengi af fjölmiðlum. Þú veist, sama fólki, náttúrulega, það er á fjölmiðlun. Ég meina, ég fæ hvergi birta greinar í íslensku fjölmiðlum lengur. Mokkanum eða vísi eða Þú fékkst það áður fyrr. Hvenær breytist það? Það eru nokkur ár síðan. Ég sendi ekki einu svona greina lengur á vísi því. Heyrði, ég á meiri að segja hérna, ég skal finna það eftir, ég á meiri að segja, ég tók skjáskot af tölvupósti sem ég fekk senda frá vísi, maildímon, hvað það heitir, að það var búið að loka á mig. Greinar, aðsenda greinar @vísir.com eða vísir.is að það var búið að loka á mig. Þú prófaði að setja á ritstjórnand vísir. Þannig að postu sem ég sendi fyrir bara sjálfgræðurust og það var bara, ég nennis ekki lengur. Nei, skiljanlega ekki. En sem sagt, jú, þetta fólk, auðvitað, sko, þið sjáu það bara, það eru alltaf skrifaðar fréttir lengur á Íslandi. Þetta eru bara þetta eru skoðanapislar. Þetta eru bara skoðanakrót og krafs. Svona gildis, hlaðin, orð, notuð. Þú veist, það er búið að komast að niðurstöðu. Það er búið að, það er í rauninni verið að kenna þér hvað er rétt skoðun, en það er aldrei verið að skrifa hlutlaust atburði og endurspegla hvaða skoðanir mismunandi hópar hafa atburði. Nei, það er aldrei gert sem að ég myndi kalla fréttamennsku. Sko. Það er náttúrulega fréttamennska. Þetta er bara eins og ég gagnrýndi Mokkan harðlega núna fyrir frétt sem þið skrifuðum sem var flokkun undir innlendar fréttir. Ok, ég ætla að gefa þeim það er mjög gott hjá þeim að þeir fjölluð þetta voru X-færslur sem Ólafur Ragnar Grímsson hafði sett á X fiskveiðistefnu ESB sem sagt að sáðu ekki þessi frétt að hann sem sagt hann var að spyrja hvað er eiginlega verið að tala þarna á Ísland að fara þátt að sko EU var að reyna að segja það við fengum sérsamning en svo sá tíma vissi engin hvað fiskveiðistefna snerist raunverulega vildi Ólafur meina. Já og hann mun núverandi stefna eða einhver önnur stefna hvað eiginlega og þessi stefna sem víst í gildi núna að hún greinilega óframkvæmanleg mörg ríki hafa kvartað sem sagt yfir því að það sé bara ekki hægt að vinna með náttúrulega alla skriffinnskuna í ESB. En náttúrulega þetta var réttmætt gagnrýni. En greinin, ég veit ekki hvort það á að sko kalla þetta grein. Heyrðu, þú notar svona orðalega eins og Ólafur Ragnar virðist alveg gáttaður. Ólafur virðist hafa legið yfir greininni. Já. Hvaða fréttamaður skrifar svona? Og þetta var flokkað undir innlendar fréttir. Kjartansson. Það var ekkert nafn yfir þessu með fréttinni. Var þetta ekki MBL, sagði það ekki? Jú, þetta var á Morgunblaðinu en maður segir ekki svona. Og svo náttúrulega sko það var ekkert, það var bara vitna, það voru skjáskot af
af færslunum og síðan, það voru þýddar. En þeir virtust ekkert hafa haft samband við hann, það kom ekkert fram til dæmis reynt var að ná Jóla Ragnar og hann beðin eins og maður hefði gert. Það er aldrei reynt að hafa samband við fólk, það er búið að skrifa okkur ábyggilega, þú veist, á 3. greina, það er aldrei verið haft samband við neitt nokkuð tíma. En það hefði maður gert, sko, þú veist, eðlilegur normal fréttamaður sko, þegar maður segir frá þessu hvað gerðist, þetta og þetta og ef þeim finnst þetta svona merkilegt að hann hafi sett þessa færslur á X, af hverju hafa þær þá ekki samband við hann og biðja hann útskýringar á því sem hann var að segja og svo náttúrulega hefði maður haft samband við einhvern Þorgerði Katrínu eða einhvern sérfræðing í þessum málum fyrir hönd ESB og spurt þá og sem sagt lesandinn getur þá mynda sér sinni eigin skoðun þá maður búin að fá upplýsingar hvað gerðist og af hverju það gerðist en þetta er bara kjaftæði hvað átti þetta að fara á persónulega Facebook síðu fréttamanns, þetta er bara algjört rugg. Ég veit ekki hvað er að hugsa á mokkanum. Við ætlum að fara í komment eftir smá stöðum. Ég langar líka að benda á það, maður sér þetta rosalega oft í greinum frá þeim Samuel og Kjartani á Vísi og hvað þetta er draslið á DFF, hvað ekki, Kristinn. En þú veist, til að taka dæmi bara úr greinum eftir hann, til dæmis Kjartan, þú veist, það er bara, hann tekur stundum og hann er að fjalla aðila sem hann augljóslega líkar ekki við og það bara og svo laug Trump því að hann hefði, þú veist, ég er að vitna orðrétt í eina greinina. Það er bara svo laug Trump því í staðin fyrir að segja bara hvað hann sagði og, þú veist, koma með þá mögulega einhverja staðreyndir og móttískirur eða eitthvað í þá áttina eða bara segja hvað hann sagði og láta lesanda draga sína eigin ályktanir. Þetta er orðið svakalega slæmt að ætla að lesa helvítis lesa suma fjölmiðluna og það sem á að kalla fréttir en ættu að vera í aðsenda greinar sko. Og svo sér maður afleiðingarnar af nákvæmlega þessu þegar maður talar við svona venjulega mannin sem að fær bara allar sínar upplýsingar úr þessum meginströmsmiðlum að þessar manneskjur eru engu nær og það er bara búið í rauninni að það er búið að kenna þeim að hata ákveðna menn og það finnst mér, Trumparinn sér dæmi út af fyrir sig, hann er nú ekkert vamlaus en það eru aðrar personur sem að íslenskir meginströmsmiðlar hafa kennt mönnum að hata að bara það er rétt og svo finnst mér mjög áhugavert oft að fara í bara svona, hvað er það í þessum, þú veist, af hverju getur útskýrt fyrir mér hvers vegna það er sem að þú brennur í hatri gagnvart þessar manneskju og oft á tíðum þá er það þannig að þau geta engin rökfært, það er bara hann er bara vond, hann er bara anstíkilegur skilur en bara þegar ég var að vinna sem fréttamaður að maður hefði aldrei látið frá sig svona frétt eða svona skrif maður er allavega reyndi að þykjast ef maður hefði vilja segja eitthvað svona að svona, það hefði greinilega verið að hæðast að honum þá hefði maður farið í einhvern sérfræðing þú veist, sérfræðing whatever, upp í háskóla eða einhvers staðar og fengi þá til að segja það maður er ekki sagt það sjálf Nei, þú veist að þá ertu augljóslega orðin hlutdræg sko. Já, en fólk og þetta er bara mjög slæmt að sko fólk ég þeir skamma sín ekkit fyrir hlutdrægni sína í dag og ég meina meiri segja að þegar kemur í ljós að BBC hafi átt myndbandið þarna í kringu 7. janúar að þú veist það var engin íslenskur fjölmiðil sem hafi verið að birta þetta stöf sko sem að baða afsökunar og svo voru rannsóknir á vegum þingsins og eitthvað svoleiðis það bara skipti engu máli, þeim var alveg saman sannleikan, þau heldur bara árunum áfram þá fyrir að réttlæta jafnvel að klippa hluti saman óheðlega eins og getur ekki þú veist aðarleg maður þú veist nærtækt dæmi væri kannski máli með kaþólsku kirkjuna daginn, umfjöllunin á RÚV, ég veit ekki hvort þú fylgdist með því. Jú, ég tók viðtal við Jakob Róland núna bara í síðustu viku. Nú, já, ég brann svolítið fyrir því, en það var svona, það var algjörlega komið á ljóst að þeir voru óheðalegir í sinni umfjöllun og þeir máluðu mynd á honum sem var ekki sönn og þeir tóku hluti úr samhengi, en það var ekki tekið tilbaka, það var ekki beðist afsökunar á neinu, þau bara Ríkisútvarpið og Vísir í einhverju áróðursherferð gegn heilu trúfélagi þetta er bara svo sko fyrir utan það þá er þetta bara svo heimskulegt algjörlega þetta var bara gjörsamlega
bara hlægilegt, idiotist að hlusta á viðtal í ríkisútvarpinu. Þeir láta sko lesbíu taka viðtal við kaþólskan prest doktrin kenningar kaþólsku kirkjunar í þessu hjónabönd samkynhneigðra. Það vita allir sem vita eitthvað, þeir vita allir hverjar kenningar kaþólsku kirkjunar eru. Halló! Bara sjokki. Bara, hvurslags hálfvita spurningar eru þetta? Og svo bara, heldur að, að kaþólska kirkjan getur kannski verið vinsælli ef þú veist, ef þessi fjandans afturhaldssemi væri ekki með þetta. En þetta talandi tvískinnum, þá fóru þeir aldrei í samfélag múslima. Nei, með sömu spurningar. Það er allt annars. Og Jakob sagði við hana, nei, okkur er alveg sama vinsældirnar. Við boðum bara Guðs orð og sannleikan. En mér finnst einmitt, góð punktur með múslimana, að því að þessi hópur feminista og þetta er svona, þú veist, ákveðin mengi fólks, þú veist, þetta eru vinstri menn, það er LGBTQ, þú veist, þetta er vókið, þetta er, þú veist, oft vegan fólk þarna, þú veist, þetta er svona, ég veistu hvað ég meina, þetta er alltaf sama fólkið og þetta overlappar einhvern veginn allt og allar þessar immigration, innflytjendaskoðanir og allir að vera vinir og svo framvegis og þetta er fólki sem hefur kvarta kannski hvað harðast yfir þessu feðraveldri, patriarki og maður er svona, ok, og við erum nú búin að fara heldur hressilega yfir það hver staðan er hérna, en það er að flytja inn mesta patriarki og nauðgunarmenningu sem að sýni sig í tölfræðinni bara í Evrópu og fleiri stöðum þar sem að útlendingastefnan hefur verið með þessum hætti. Þannig að þær er að flytja inn ákveðið svona patriarki, þær er að flytja inn nauðgunarmenningu, þær er að flytja inn allt sem að þær þykjast vera að berjast á móti og þetta er svo ógeðslega óheðalegt og mótsagnakent að það næri ekki nokkur í átt. Nei. En þær geta ekki beint kastljósinu að því, heldur það verða að beina kastljósinu að einhverjum kaþólskum presti sem að hefur einhvern veginn lítið til ekkert vægi og er í rauninni bara í skjóli ákveðins trúfrelsis og svo líka þá var snúið út úr orðum hans. Það voru orð sem voru lík sem að var látið. Þú manst nú betur eftir þessu heldur en ég sverir. Ég náttúrulega fekk þetta gjörsamlega heilan, en það er náttúrulega, það talaði conversion og conversion er náttúrulega umbreyting þú getur verið talað conversion og þá getur verið að tala umbreytingu sem á sér stað í lífi trúarsmanns sem tekur við fagnaðarerindinu eða frelsisverkinu. Og hann er augljóslega, hann fattar ekki alveg spurninguna. Og það var látið eins og þetta væri, þú veist, transferli. Hann sagði... Takk fyrir þetta. Hann sagðist aldrei... Það eina sem hann sagði var að fólk sem ekki var fólk sem kannski væri með, hann notaði ekki, hann sagði þetta kynami, ég man ekki hvort hann notaði það, en að fólk sem ekki var ánægt með að líða eins og því leið, fólk sem leitaði, fólk sem vildi ekki vera, ég vil ekki að mér líði svona, ég vil breyta því. Og hann sagði að það væru engar úrlausnir fyrir slíkt fólk. Það gæti ekki leitað til neinna eða minnst afar fárra. Þetta væri erfið staða fyrir fólk á Íslandi vegna þess að þessi totalitarianismi er gjörsamlega stofnanavæddur alls staðar. Og þannig að þetta fólk hefði ekki nein hús að venda. Það var það eina sem hann sagði. Hann kom líka inn á það sem olli þessum miskilningi orðrétt. Ég fekk þetta einmitt svona svolítið líka á heilan og tók eftir að þegar var farið að bara útskýra nákvæmlega hvað það hefði orðið á milli þeirra. Það flúðu aðilar eins og Sigmundur Ernir, örugglega verið í ykkur áfengisvímunni þarna, flúðu að vettvangi eftir að hafa haft uppi gríðarlega stór og fölsk orðum þetta. Já. Hann var spurður út í conversion therapy í kaþólsku kirkjunni
og hann fór út í að segja að conversion spilaði rosalega stóran þátt í öllu kathólskt tengdu og nefndi nokkra, en þá, þú veist, hann var ekki að tala um conversion therapy, hann var bara að tala um Hann var að tala um conversion. konversió og það ekki, hann var að nota latnestorð sem var koncept og það var alveg augljóst að það var miskilningur sem var spunnin upp og þetta var sem ég var að reyna að koma í orð á hann, takk fyrir að skerpa á því. En svo er náttúrulega annað. Já, en negla í kommentina. Salta áfram. Nei, hann sagði, ég spurði hann hver er staðan með þetta mál og hann sagði, ég bara held að þetta hafi ekki farið neitt, ég hef ekki heyrt frá lögreglunni eða neinum sko. En hugsið ykkur að sko, samtökin 78 náttúrulega fara strax grenjandi í þarna vini sína í þinginu og lögreglustjóra og en allavega, lögreglustjóri, það hafði engin, eins og hann sagði sjálfur, það hefur enginn haft samband við mig, en það benti enginn á að það var enginn þolandi. Það var strax farið að tala að ákæra mann fyrir brot á hegningarlögum án þess að nokkur þolandi væri til staðar. Það er svo ímyndaði þolendur, meintir ímyndaði þolendur. Ég bara hugsa hvað þetta er alvarlegt mál. Það er enginn sem hefur orð fyrir tjóni eða einhverjum skaða. Þetta er bara, þetta er fullkomlega svona, bara það er verið að ræða einhverjar, sko, eitthvað sem að gæti gerst eða eitthvað, þú veist, ástand sem er. Það var spurning hvort ég geti kært þetta með Sverri að því ég hef svona ákveðna tilfinningu fyrir því að hann gæti alveg farað með fólk. Já, ég er sammála því. Nei, ég minna hann er bara, þú veist, við séum blaðagreinin Sverri. En hugsa ykkur, allir lögfræðingarnir sem að sitja nú á Alþingi Íslendinga að enginn skildi taka eftir þessu. Nei, þeir meta sem svo að þetta sé erfiður slagur að taka en svo bara þegar maður horfir á tölfræði, þegar maður horfir á rannsóknir og svona, við horfum til dæmis á nýlega könnun fjölmiðlanefndar á þú veist svona skoðunum fólks á fólki sem er hinsegin að þá virtist ekki nokkur maður láfið sko bera hatur í brjósti gagnvart þeim, en 30% hataði miðflokksmenn. Þetta var svona þetta endurspeglar svo augljóst kjaftaði og finna var að þetta endurspeglar einhvern veginn það sem við vorum að segja fyrir kvöld að hatrið er gagnvart þessum mönnum og það er 30% af fólki sem hatar þá en þeir ber ekkit hatur til þess að fólk sem að þeir eru sagt að þeir beri hatur til, samkvæmt könnuninni. Þannig að könnunin basically staðfestir að þau eru fordómafull en ekki þeir. Hugsaðu bara hvað þú þarft að vera kolrugglaður til að hata. Það er svolítið sterkt, sko, það er svolítið sterkt. Þeir notur reyndar ekki það orð en þeir það saman, þetta er bara, þetta er svo, hata ég samtökin 78? Nei. Hata ég eitthvað þessu fólk? Nei. Mér finnst að ég velti fyrir mér oft hvað sé að því, ég hugsa oft með mér hvort það er það andsetið af því að það getur engin verið svona heimskur að trúa þessu. Trúa hverju það? Áttu þá við, þú veist, þessa innrætingu og trúa þessum kenningum? Ég velti þessu mikið fyrir mér hvort þau séu undir andavaldi og mér er alvara sko bara mér langar að greina svolítið á milli, eru þið þá að tala kynhneigðina sjálfa eða eru þið að tala hugmyndafræðina? Nei, ég er að tala sko hugmyndafræðina á bakvið það. Það skiptir nefnilega máli því að þetta er klift út og nota gegn þér, ég get alveg lofa það sko. Nei, ég er að tala aktivistana sem að halda þessari hugmyndafræði fram. Það er mikill munur á þeim og fólkinu sjálfu. Ég á vini sem að eru trans og Scott Nugent, ég veit ekki hvort þið viti hver hann er. Hann er einn af þekktustu baráttu, ég segi alltaf mönnum, hann er Scott er kona en og ég tala alltaf bara hann sem hann, ég þekki hann bara sem hann og hann hlægir alltaf að mér þegar ég er spyrjun, ertu alveg vissum að hvað ég kallaði þig en eins og ég segi vinur minn sem að vill vera hefur farið í þessa, hann sko fór í þessa eða hún fór í þessa aðgerð og það bara myndi ekki hvarfla að mér að
gera eitthvað annað heldur en þessi vinur minn vil. Já, bara koma vel Já. fram. En þess að ég ekki að tala það fólk, ég að tala og hann náttúrulega fórnarlamb þessara brjálæðinga. Og talar hann um það Þessara sjálfur? aktivista. Hann talar um það sjálfur? Algjörlega. Já. Hann vil láta banna þessar aðgerðir. Já, út af því að hann fór í gegnum þetta sjálfur. Út af því að hann fór í gegnum þetta sjálfur. Algjörlega banna þetta á börnum og já, hann ötulist, hann ferðast öll Bandaríkin og talar gegn þessu. Mér langar að henda boltanum aftur yfir til þín, Jón. Þú ætlaðir að negla í komment á það ekki? Já, ég ætla að negla í kommentin og svo ætla við í máli sem gerðist á Íslandi nýlega og vakti búið að vera að vekja athygli á risa áhrifavöldum allan heim. En ég ætla rétt að skjóta inn í áður. Það er þetta með, þú veist, þessar sem þeir reyndu gegn kaþólsku kirkjunni. Þar, þú veist, komuð þessir það átti greinilega að fara í einhverju ófræðingar herferð gegn þeim og láta þau fyrst fara á hnén, kissa hringinn, sko. En þarna fóruðu bara í vittu skotmark því að kaþólska kirkjan bara sendið þeim bara puttan og svo góð sem saði þeim bara fokka sér. Þeir væri ekkert að vera að gefa eftir, þá bara hætti þetta. Þetta það sem við erum að sjá aftur og aftur og aftur og mér langaði að bauna svolítið að fólki sem í okkar stöðu þorir ekki að tjá sig að þeir eru svo hrætt afleiðingarnar. Takiði eftir hvað gerist þegar að tökum dæmi, ég ætla bara að taka dæmi okkur, það er búið að reyna svo oft að hjóla í okkur og Sverri ekki síst en okkur yfir höfuð og viðbröðin sem þeir fá alltaf bara, við mætum bara undir fréttinni þeim, við bara auglýsum þáttin okkar, við hlæjum að þeim, við köllum bara aumingja, tussum segjum bara þess að þeir eru lígarar og þetta bara hlutur sem við þurfum að fara að átt okkur á, að þegar þú stendur í lappirnar gagnvart þessu, þú bara tekur þetta á kassan, segir þeim bara hoppi upp í raskatið á sér, þeir bara hætta. Eftir smá stund, þeir sjá að þú ert ekki að fara að bogna, þeir nennast þeir bara ekki lengur því að leið og þú bognar ekki, þá fer fólk bara og fer bara, þessi gæi bara greinilega að, þú veist, hann ætlar ekki að gefa sig, það greinilega bara, hvað það að segja, ljúga upp á hann endalaust, skilur. Við þurfum að taka hennar slag, eins og kaþólska kirkjan gerði, eins og við höfum gert. Ég greip einmitt til þess ráðs bara sko að vera að ljúga skoðunum upp á mig, alveg vinstri hægri. Og ég ákvað bara að skrifa þá bara stuttan pistil í nútíman og gera bara grein fyrir mínum skoðunum og hvað mér fannst að þeir fóru ekki rétt með það og ég get svona rétt ímyndað mér að það gæti kannski hugsanlega verið endurinn á því, þá getur allavega fólk flettið upp og séð hvað er stend í pólitík og annað en að vera að titla mig einhvern öfga hægri mann og gjössanlega galið. Þú nú fengið þann stimpili líka, öfga hægri eða ekki? Jú, elskar mig. Ertu fasisti? Ég algjör fasisti. Við líka. Já. Ég ætla að stökkva í komið, mér langaði bara, ég var bara eiginlega að skjóta þess að, bara við þess að mér langar bara, ég vil svo bara eftir að hafa upplifa sjálfur þessar tilraunir til að hjóla í okkur, bæði þegar ég byrjaði á broadcast, þegar broadcast var að byrja og svo þetta, það bara, þú veist, þetta lið ekkert nema geltandi hundar, þeir get ekki bitið, þeir gelta og ef þú ert hræddur þá halda þær áfram að gelta. Jú. Það líka vinnur svolítið með alltaf mér persónulega, sko, ég svo ógeðslega athyglisjúkur, ég finnst það svo gaman þegar eitthvað, ég gaman að því, sko. Já. Ég held að ég er búin að fatta það. Já, það er nefnilega að þú hefðir ekki átt að segja hann það, sko. Herði, við vorum sirka hérna. Víðir Orri Hauksson, hann er okkar maður. Þetta með að vinna til að bæta fyrir þrælahaldið. Ég gifti rauðhærðri konu, trúið mér, ég er í stanslausu nauðungavinnu til að bæta fyrir þetta. Skammastu þín. Hrafnetta var búin að segja hérna áður en við fórum í þetta. Það að SPLC eru samtök sem að berjast fyrir jafnrétti, rasisma og svoleiðis, en eru á sama tíma borgarfélögum eins og Ku Klux Klan og satanískum hópum meira til að vera með. Ég skora á fólk til að kynna sér þetta. Stóru Charlottesville mótmælin. Veist, þetta er allt, þau voru bara að borga voru peninga til þau bak við Charlottesville mótmælin? Er það staðfest? Það er verið að ákjæra meðal annars fyrir það. Það er sem sagt bara einn stærstu mótmæli, þú veist, og var nota gegn Trump, þannig að það var bara sviðsett. Já. Þetta var allt. Það sem að fólk var labbandi með kyndla og vesen, sko. Nei, það er bara allir í eins búningum og eitthvað svona dæmi. There are good people on both sides. Allir hafa heyrt það milljón sinnum og það var bara klift og skorið, sko. Já. Hann sagði það ekki. Og svo líka 7. janúar, það voru ýmislegt sviðsett það. Jú, það er einmitt, nú er verið að tala um það í ljósi þessara frétta, sko, með Southern Poverty Law Center, hver mikið af þeim djöfulgangi var bara sett á svið. Áhugaverð. Skora bara á fólk að kynna sér þetta og þetta er
graf alvarlegt mál því að ég get alveg ímynda með að svipa sér í gangi hér því að það er miklu meiri eftirspurn heldur en framboð eftir rasisma og öðru hatri. En mér langar að koma inn á, og það segir eitt og þetta var ég með hérna á listana hjá mér og ætlaði að fara í og get alveg tekið það núna. Það er blessuð sé minning Ólafs Vigfús Ólafssonar, segir Super GGG3, hann segir Ólaf hitti ég bara einu sinni, það var þarna á bjórkvöldinu, sá strax að þetta var mjög áhugaverður einstaklingur, gekk á milli og borða úr netuskálanum og mér langar bara að taka undir þetta. Já, hann var með makahúna. Satt hann fremstur, ég bara hitt hann þrisvar, ég veit hann hlustaði á okkur á mér með frænku minni Kristínu Þormar og mér langar bara að segja hvíl í friði félagi, þetta bara Já, umulegt náttúrulega og náttúrulega sirki svona menn, leiðilegt að þetta skiti gerast og við vísum sérstaklega á Píeta-samtökin ef að menn vilja minnast hans eða leggja þessu með lið. Og já, sendum fjölskylduna hans bara kærar samúð kveður. Alveg 100%. Já, þetta er mjög leiðilegt. Ég náttúrulega stofnaði upprunalegu Instagram síðuna mína sem ég er ekki með lengur í kringum svona málefni, svona sjálfsvíkshugsanir og svoleiðis, annað ekki eftirspurn og þurfti þess vegna bara að reyna að hætta með hana. En mér langar bara að segja öllum sem eru þarna úti, ef þið lendið á svona stað, það má senda mér til dæmis bara skilaboð ef þið eruð í ykkur svona bara persónulega, ef þið treystu vilja ekki tala í Píeta eða eitthvað. Því að það, bara eins og ég sagði þegar ég var að tala hann Ólaf, það er hægt að vera sterkur í 999 skipti af 1.000.000 en ef þú hittir á þetta eina skipti það sem þú ert veikur fyrir, þá þarf stundum ekki annað en að ræða við einhvern sem að bara getur myndið á akkur þú skiptir málið. Þannig að mér langar bara að tilengja bara honum Ólafi þennan þátt. Já, góð punktur. Já, blessuð sé minning hans. Blessuð sé minning hans. Eldur segir svo hérna, geimildin, ríkis minnvarpið, fakkin og vísir, vantar almennilegt nafn, eru heilaþvottastöðvar, var ekki hún Erna, var hún ekki með svín yfir sín, er það ekki? Finnst það helviti gott? Með ypsiloni. Svín, já. Gárungarnir, finnst það helviti gott. Gárungarnir eru byrjað að kalla DFF, dagblaðið Viðreisnar. Já, dagblaðið Viðreisnar, það er svo gott. Ég var með eina slíka á bakinn á mér í dag á X-inu, hún var að ráðast á mig. Já, en ég virðist hafa náðinni. Æja. Snúðin á þitt band. Hérna segir Benoni, vísir gefur til kynna að þeir séu eins konar leiðavísir eða sá sem vísa þeir á sannleikan, en vísir er eiginlega andstæðan við það, þeir afvega leiða og blekja. Vísir á alveg nokkra frábæra blaðamenn, þú veist, Jakob Bjarnar og fleiri er alveg þarna algjörir, sem mér finnst bara algjörir fagmenn í þessu og mér finnst bara sorglegt fyrir þeirra hönd að þeir skulle þurfa að starfa á sömu miðlum og Kjartan Kjartansson og þarna Samuel Karl sem að einhver góður maður á X lýsti því að væri hagaði sér eins og maður sem hafi verið brókaður í 8. bekk og væri ennþá reiður yfir því. Já, það er enda góð lýsing. Þetta er sorglegt ástand. Finnið ykkur bara eitthvað betra að gera. Hættið að vera blaðamenn. Þetta er bara svo Íris sagði, bara fagmennskan er horfin. Já. Algjörlega. Svo segir Bjarki. Þetta er óskiljanlegt. Svo segir Bjarki gott að hjóla aðeins í íslenska fjölmiðla síðan 2016 hafa allir hengt sig á ríkisbenun og þess vegna íta þeir allir að sama ruglun á þjóðina. Þegar af og amma tala þjóðviljan og slíkt það sem menn ráku sjálfstæð dagblöð er því að hlusta á sögu riddara og dreka. Eldur segir svo saurlíf og mannlíf innan svega tala SPLC sem virt mannréttindasamtök og vísuðu til þeirra í einu hitpís gegn mér. Af hverju þarf alltaf að taka svona afstöðu? Af hverju þú veist, þetta er svona eins og þú varst að nefna áðan bara, af hverju segið þið ekki bara frá? Af hverju þarf þetta að koma með þetta hlaðna orð, þetta virt alltaf inni og þetta er í allri gildis hlaðin orð, hlóða þeim allstaðir inni því fólk tekur ekki eftir því. Og ég er alltaf spyr af hverju eins og ég veit það ekki, skilur við. Ég er bara bullshit að þú náttúrulega veist þetta er bara legarar. Þú býr til spurninguna til að geta bent á svarið. Ég vildi bara sína að ég væri ekki óheiðalegur.
Svo segir Bjarki, stóra spurningin hví hvítt fólk svo óskaplega tilbúið að niðurgreiða baráttu gegn rasisma sem algjörlega gerður af þeirra hálfu en gjössalega skýt saman hvítan rasisma sem felst í fjöldamorðum í Ródesíu, Suður Afríku og annar staðar sem fólk rétti svo við drepinn fyrir ekkert nema húðlitin. Ég tel það bara augljóst. Það er búið að ráðast á kallmennskuna í Londonum sem the resistance, sem það það sem að kallmenn eru þeir sem eru síst feimnir við að rísa upp og segja bara, við erum bara einhverfi, ef þetta virkar ekki, ef þetta ekki að make a sense, þá erum við oftast miklu betri að segja bara, þetta ekki rétt, þetta ekki svona. Og ég meina það búið að eyða bara rosalegum fjármunum og mannafli í áróður gegn okkur hérna í okkar eigin löndum, þannig að þetta skiljulegt upp að einhverju marki, en menn verður bara að brjóta hlekki þessara. Tekur eftir miklu svona rasisma í garð hvítra, til dæmis í Minnesota sem þú hefur verið? Ég meina það var náttúrulega... Ég tek ekki eftir neinu, þetta hatur á, í garð, hvort sem hvítri svarta, þetta bara eitthvað, maður sér þetta ekki. Nei, þú er ekkit var við þetta. Maður verður bara var við þetta í umræðinu, í fjölmiðla umræðu úti, að þá þessi suicidal empathy, ég veit ekki hvort það búið að finna góða þýðingu á því, þessi sjálfsmorðs með umgun. Ég kalla þetta eitraða samkennd. Já, eitrið samkennd sem að vinstri sinnar boða, við erum öll svo vond sem erum hvít og allt sem við höfum gert svo vond og þetta er þessi hugmyndafræði sem að flytja inn þriðja heiminn inn á Vesturlönd og ég einmitt að lesa bók núna eftir hann Matt Goodwin sem var að koma út Suicide of a Nation. Já. Og ég hvet fólk til þess að kaupa þessa bók og lesa hana, þetta er bara Bretland er gjörsamlega búið að vera. Það er algjörlega búið að vera. Og það hefur... David Batts sem er professor í svona... Insurgency og Civil War og Warfare við King's College í London. Hann var að spá því núna síðast að hann reiknaði með borgarastríði í Írlandi og Bretlandi á næstu mánuðum. Hann var fyrst var hann búin að segja að 95% líkur næstu 5 árum en núna er hann búin að lýsa því yfir að það séu næstu mánuðum og þetta er náttúrulega bara mjög virtu professors svo ég tala eins og vísir og hann er náttúrulega með sem sagt starfsheiðurinn á línunni. Þannig að ég held að það sé svolítið marka á þessu takandi Við erum að sjá Íra streym út á göturnar alveg brjálaðir bara í tölum sem hafa varla sést í það er 2 önnur skipti sem hafa verið stærri en það er allt sturlaðar og það er engin fréttaflutningur. Ég meina það þurft að kalla út herinn eða ekki? Herinn var kallaður út til að nota gegn eigin borgurum. Ég skrifaði bara hérna niður nokkra tölur úr bókinans á árunum 2001 til 2021 hlutfall kristina í Bretlandi féll úr að vera 72% í 45% og það hefur minnkað ennþá meira síðan náttúrulega nú og 2025 langflesta nýburamæður í Bretlandi eru frá Indlandi, Pakistan, Nígeríu, Bangladesh, Ghana, Afganistan og Írak. Og þið hefur örugglega heyrt þessa frétt með nöfnin, vinsælustu strákanöfn í Bretlandi. Væntanlega Mohammed og Yahya eftir Hamas-leiðtogunum október sem að sáum árásina í Ísrael. Yahya Ding-Dong. Ég langar að skjótin skemmtilegri staðar en með þetta nafn Íris, það er í Belgíu, í Brussel, þá er vinsælasta nafnið var, þið getið giskað það var Mohammed. Mohammed, já. En næst vinsælasta nafnið, það var Mohammed með einu emmi. Það var næst vinsælasta nafnið þeirra. Mér finnst það fallegra með einu emmi. Já, ég er sammála. Já, þetta er svona smessat. Íslam er lang fastest growing religion in the world og í Bretlandi en tölunar frá Bretlandi það er bara búið, það verður ekkert tilbaka snúið þar. Þeir eru orðnir meiri hluti múslimar í London
hvítir eru núna minni hluti í London, Birmingham, Manchester og þetta hefur bara gerst á 10-20 árum. Já, og það er líka áhugavert, sá ég að núna í apríl 2026 að þá fór hvernig ætti ég verði eiginlega bara að segja þetta á ensku, það er income tax revenue er minna heldur en welfare payments. Þannig að allur skattur af öllum launum, einstaklinga og fyrirtækja í landinu nær ekki að borga félagslegar og svona velferðargreiðslur til einstaklinga sem er í rauninni nánast bróðuparturinn eða allavega yfirgnæfandi meiri hluti er að fara til þessar einstaklingar sem hafa verið hér til umræð. Og að því að það það er 70% í Íslandi, hvernig heldur þetta sé þarna? Já, það er engin áhersla Ég langar að taka ein ummæli hérna sem eru og svo bara dembu okkur bara í þetta því þetta er náttúrulega tengt í sem við ætlum að fara en þá er einmitt hérna frá Templar 2K, þessar stefnur sem þið hafa verið að ræða hafa skilað sér í hæstu sköttum sem eru bara að hækka og að breyta íslensku skattgreiðendum í félagsmálastofnum fyrir þriðja heiminn. Fjársterkir aðilar eru allir konur með plan B og annan fótinn erlendis. Ungi menn með hæfileika vilja fara erlendis. Þetta náttúrulega er það sem tengist, ég tók þetta vegna þess að tengist beint því sem að þú varst að koma inn á Helgi. Já. Og þetta er það sem við erum að sjá. Hann skrifaði grein, hann Brynjólfur sem er í framblóði fyrir Miðflokkinn og Suðurnesjum, hann sem að sagði frá því að Reykjanesbær á tímabili þá var 85% af öllum sem var að þiggja einhvers konar velferðargreiðslur í Reykjanesbæ það voru ekki Íslendingar. Já, ég held að það veri hálfur milljarður í fyrra á 250 milljónir í ár. Þessi satt væntanlega 2024 og 5 ekki ár, því að árið er ekki búið. En þetta er náttúrulega algjörlega klikka maður er eiginlega bara ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir þessu, það er verið að taka saman núna gögn, samtök skattgreiðenda eru núna að taka saman gögnum kostnað við sér satt útlendingastefnuna og ég þori ekki að fara með það strax, ég ætla að leyfa að gefa það út en þá er svona komin bráðbera tölur en þessar tölur voru svo háar að þetta voru bara eins og einhver æsefmál og það er engin að tala þetta. Það fóru þjóðaratkvæðagreiðslur þetta er bara kostnaðurinn við þetta dæmi er miklu meiri heldur en eitthvað EU-atriði Já, og ég var að spyrja gervigreindina svona tölur í gær og Ísland er topp dýrasta hæliskerfi Evrópu. Kostnaðurinn er cirka á mánuði á hvern umsækjanda 450.000 á mánuði. En svo það var tekið fram að það er svo erfitt að fá nákvæmar tölur það af því að bókhaldið er svo út allt og það er náttúrulega ekki, maður heldur það á vefsíðu Reykjavíkurborgar stendur að einstaklingar geti fengið 260.000 á mánuði í financial aid. Já. Ég reknaði út frá frétti bara með við minnstu tölum sem þeir gáu upp á per aðila. Þetta er hærra meðaltali. Þá er þetta 203 milljónir á mánuði sem fara sem Reykjavíkurborg greiðir fyrir erlenda aðila bara í uppihaldið. Já, bara peningi sem þið fá. Ragnar Árnason, prófessor emeritus og líklega svona eitt virtasti íslenski hagfræðingurinn, hann reiknaði út að ég held að það veri í fyrra eða hitt í fyrra, þá var þetta yfir 100 milljarða sem að fóru í innflytjendur og þróunar aðstoð. Og mér skilst að upphæðin sé orðin mun hærri að fer eftir í hvort þú sért að sért líka reikna afleitan kostnað og svo framvegis og hvort þú sért að reikna kannski fólk sem er ennþá inn í kerfinu eða kannski komið íslenska ríkisborgarrétt en er ennþá eru ekki nett og jákvæði skattgreiðendur, við getum orðað þannig það er ennþá að fara peningur í þá. Þannig að vandamálið er risavaxið og ímyndaði eitthvað hvað var hægt að gera fyrir hennan pening. Það geta allir farið út í tenni nokkur sinnum á ári. Nefnum bara hugsið ykkur hvað þetta er
íbúum í landinu hefur fjölgað 100.000 manns bara frá aldamótum. Já. Og samkvæmt gervigrindinni, fjöldi innflytjenda í landinu núna er 74.000 manns. Það er engin smá hópur fyrir svona lítið land, fyrir svona litla þjóð. Og það er ekki Það telur samt ekki þá sem að hafa fluttinga og fengi ríkisborgarrétt, sko, áttar eða á því. Nei, en samt sem áður, þá er þetta ótrúlegur fjöldi að innflytjandi útlendinga, og ég hef ekkert að móti útlendingum. Ég hef alveg, ég segi það alveg eins og ég vil ekki fá múslima hingað sem að ekki vilja aðlagast okkar síðum. Sérstætt bara múslima. Já, ég segi múslima. Sko, það eru eflaust einhverju til. Það eru á nefn, en ég vil ekki, þessi trú, íslam, þetta er bara, að mínu mati, þetta er bara death cult. Þetta er sataníst. Og hún bara fer ekkert saman við okkar vestrænu menningu. Og mér langar að fyrirgeðu, ég held að þú er búin, halda áfram. Nei, ég skil ekki okkur fólki feimið við að segja þetta. Nei, þetta er rosalega skrítið, það er eitthvað svona ofnæmi fyrir þessu og það er eins og með allt annað, þá ertu hatursfull og þú ert svona og þú ert hinsegin og segir þetta. Ég hef svona kannski stíð aðeins varlega fram og ég hef bara bent á rannsóknir og tölfræði og ég hef aðalega bara bent á, þú veist, þetta er ekki að ganga í neinu löndum þar sem hafa verið gerðar almennilega greiningar á þessu. Þetta er gríðarlegur kostnaður, þetta þjónar ekki þeim tilgangi sem það gerur upprunalega. Þú með menni svo Helgar af sem segja, já, þetta er að fara, þú veist, þetta er framtíða skakkgreinindur og eitthvað svona, það er bara komið í ljós að það er ekki það. Það er bara ekki, nei. Og svo erum við glæpatíðnina, þú veist, og við sáum nú forseta Alþingis vera að tala með raskatinu þarna í þættinum hérna hjá Þorsteini Vaff það að íslenski kallmenn brytu mest af sér, það vita allir að þetta er algjör froða og það eru sér að helmingur þeirra sem eru í fangelsum á Íslandi eða meira en það er að erlendu bergi brotnir samt er í sko gríðanlegu minnihluta, þú veist. Ég hvet fólk bara til þess að skoða þessi lönd fyrir botni Miðjarðarhafsins frá Pakistan, Palestínu, Írak, Íran. Farið bara á netið og athugið hvaða kröfur þessar þjóðir gera til fólk sem vil koma inn í þeirra lönd og setja staðar, náttúrulega, hver vil gera það. En það eru sko kröfur þú verður að tala málið, þú verður að þú verður að eiga svo mikið pening, þú verður að hafa búið þær í einhver ár. Og svo bara kröfur til fólk sem að er að ferðast þar. Sko, að hylja sig og fleira. Já. Ég gæti ekki farið þangað í stuttbuxum og skyrtu og þú veist t-shirt og stuttbuxum og ból. Ekki að ræða það. En að við leifum okkur að gera einhverja kröfur að, þú veist, nei, kallmenn ganga ekki í kjólum og eitthvað og konur ganga ekki í svörtum fimmmannaferðarhjöldum og svona. Við töluðum svona hyperfeminization áðan, eða svona, þú veist, það eru rosalega mikið svona kvenleg orka og á sama tíma og konur hafa verið að ná völdum í rauninni og eru yfir flestum stofnunum, það hefur testosterónmagn á Vesturlöndum verið að falla alveg rosalega. Þannig að það má segja að kallmennindir séu orðan meiri kettlingar. Þú veist, það er bara svoleiðis. Og þannig að þú veist, það hefur einhvern veginn velt samfélaginu yfir í að vera alltaf svona kvenlegra. Og þegar ég segi kvenlegra þá á ég við að vera að forgangsraða alls konar tilfinningum sem að kannski eigi endilega við rök að styðjast. Þar sem að hópar sem litið á sem minni hluta hópa, að það svolítið komið fram við þá eins og börn og það þurfa að passa þá eins og börn. Og þá máttu ekki segja henni slæmt þú veist, fólk að þessum toga eða svona eða hinsegin, að því að þeir eru minni hluti og það þarf að passa og það þarf að passa þessu börn, ok? Við höfum bara séð þetta gerast allstaðar í þjóðfélaginu, ég held að þetta sé ákveðið problem, þú veist, í staðin fyrir að horfa, býtu, hvað er langtímamarkmiðið, hvað er það besta fyrir þjóðina, hvernig náðu sem mestum árangri, lækkaðri glæpatíðinni, þú veist, að því að ef þú myndir velja til þess innflytjendur inn, þá getur þú fengið miklu betri
samsetningu, þú getur fengið miklu betri framlegð, þú getur fengið meiri verka þjóðaframleiðslu og svo framvegis. Akkur erum við að taka inn fólk sem við þurfum að sjá fyrir í kannski 2-3 kynslóðir. Það var einmitt talað um að þú varst að spyrja út í Minnesota. Þetta er konur í mömmuleik? Já, það er eftir að eignast börn eða get leita eða eitthvað. En í sambandi við það sem var að gerast í Minnesota, það er búið að stúdera af því að það kom náttúrulega svo margir sómalir til Minnesota á sín tíma og það er búið að stúdera þennan hóp mjög mikið og þegar þau komu fyrst sko, þá fenguðu þau náttúrulega mikla hjálp en svo 10 árum seinna að þá eru 80-90% þeirra ennþá á bótum ennþá bóta þegar og eftir 20 ár 82% ennþá bóta þegar sko þessu svona hvað er kallað social safety net þessu svona félagslega björguna neti sko þetta á ekki að vera ruggustóll þú veist endalaust fyrir mann skítið þú veist ok þú ert Sómali í Minnesota þú ert búin að vera í 10 ára bótum það er enginn að fara að ráða því í vinnu bara let's be real Nei, ég meina, ef þú ert búin að vera, ef þú, sko... Það er bara að vera að búa til indefinite bóta þegar sem verða aldrei neitt annað en bóta þegar. Já, en þessum bótum... Getur fengið vinna á leikskóla kannski? Þú ert bara af þjóð The Leering Center. Ég meina, þú ert búin að vera bótum í 10 ár, þú kemur af þjóð sem er með meðal IQ upp á 70, hver er að fara að ráða því í vinnu? Enginn. Þetta er bara eins og Ayaan Hirsi Ali segir, þið veitir hver hún er. Já. Þetta er bara þeirra menning, þeir svindla, þeim finnst þetta allt í lagi og hún getur sagt það sjálf. Þú ert að vitna í orð hennar. Ég er að vitna í hennar og hún segir þetta er bara þeirra menning, þeir svindla, þeir eru hreyknir af því að svindla á þér. Þeir finnst ekkert að því. En einmitt í Minnesota er stærsta, bara held ég svona, samfélag, og stærsta misferli. Þetta er stærsta misferli sem hefur nokkuð tíman fundist. Manstu hvað var margir milljarðar bandaríkjadólara? 9 milljarðar bandaríkjadólara sem búið er að finna í þessu svindli þarna í Minnesota og það er sagt að það sé bara sko, toppurinn á ísjakanum. Þetta eru 1000 íslenskir milljarðar. Bara svo þetta setið í samingi fyrir fólk. Við erum að tala um það að 50% af öllum peningum sem hefur farið inn í Minnesota fylki í velferðarmál, öllir skattar sem hafa farið í velferðarmál frá árinu 2018, helmingurinn af þeim er búin að renna til svindlandi Sómala. En við erum að falla tíma vegna sem ég verð að koma málinu að sem að, the elephant in the room. Það er þetta mál, 2 14 ára stelpur fundist í bíl með nokkrum arabum. Þetta voru vinir Þórunnar Sveinbjarnar. Já, vinir Þórunnar Sveinbjarnardóttur og allir meðlimir í Viðreisn og hérna skal ég segja þetta eru aðilar sem beita sömu aðferðum og bresku pakistansku nauðgunagengin hérna í Englandi þeir senduðum villandi upplýsingar tælduður upp í bíl og þegar að þær voru þú veist, svo beittuður sko ekki beint ég veit ekki hvort þeir sögðu beint eitthvað við þær veist, þeir gáðu áfengi hjá þeim var venjan að gefa þeim áfengi, heroín, eiturlyf og svo bara er þeim, ég veit ekki, ég ætla bara að halda því fram að það stemdi í það að það færi virkilega illa fyrir þessum stelpum ef að lögreglan ekki stíga þarna inn í því að þú ert ekki með neitt gott í hyggju ef þú ert að lokka 14 ára stelpur upp í bíltíðin og gefa þeim áfengi. Ég ætla bara að segja það bara hreint út, þeir ættuðu að fara að gera einhverja ógeðslega hluti við þessar stelpur. 100%. Þetta var reynt á Spáni í bæ hérna rétt hjá mér. Þá reyndu aðilar að gera þetta við stelpunar. Spænski kallmenn fóru og þeir voru komnir upp á svalir á staðnum þar sem þessi menn bjuggu á vegum ríkisins. Þeir voru búin að rífa niður svalahurina þegar lögreglan mætir og þurfti að fjarlæða með valdi af vettvangi. Hvar í fokkanum eru íslenski kallmenn? Hvar eru við þegar við erum að horfa upp á það sama gerast í Bretlandi? Við erum að horfa upp á ógeðsleg rándýr eltast við úlingan okkar, litlu stelpunar okkar með svona brögðum, beitandi þær brögðum á netunum til að ná í þær og hópnauðga þeim eða eitthvað þaðan að verra. Hvar eru menn? Akkur lokar ekki allt hérna út af þessu fokki máli? Þetta eru menn sem búin að koma oft í sögu lögreglunar. Hvað í andskotanum er í gangi? En svo á sama tíma
þá ertu með menni svo kannski Egill Helgason og alls konar svona líðskrumara. Þetta eru svona erkiklerkar vók samfélagsins sem að hann Tjörvi Sjött var að taka saman sko og gerði ágætlega sem er svona kaldaníslegt af því að hann er nú vinstri maður sko. Og Sólveig Anna hefur gagnrýnt þetta og fleiri. Sko þetta lið, það er erfitt að ímynda sér. En það er nú samt þannig að þeir líta á sig sem einhverja svona kyndilbera frelsis og sannleika og hins góða. Og þetta er svolítið sérstakt af því að þarna erum við að sjá afleiðingarnar af því sem er að gerast. Og við höfum séð það í Bretlandi, við höfum séð það allstaðar í Evrópu, Eurostat, tölfræðin, þetta er allt, þetta liggur allt, þetta er borðleggjandi, en þetta fólk getur á sama tíma fagna sjálfum sér og klappa sér á baki eins og það sé að gera eitthvað gott og maður svona velti fyrir sér, eru þeir klappstýrur fyrir afbrot og svoleiðis, ég veit það ekki. Maður þarf ekki að vera Einstein eða Sherlock Holmes til þess að gera sig grein fyrir að þegar maður flytur inn unga kallmenn frá menningarsvæðum þar sem konur eru fyrirlitnar og bara álitnar svona álíka merkilegar og geitur. Maður þarf ekki að sko vera með sko eitthvað meiri háttar IQ til þess að gera sig grein fyrir hvað mann gerast þegar þú flytur inn kallmenn í stórun stíl, unga kallmenn frá svona menningarsvæðum. Líka þegar þú ert með það fyrir framað í öllum löndunum í kringu þig og það er algjörlega borleggjandi. En þeir eru bara, við skiljum ekki í þessu. Þú veist, þetta er náttúrulega... Og ef maður vekur máls á þessu, þá, guð, þú ert svo mikil útlendingahattari. Mér langar að, einmitt, akkurat þetta sem þú varst að segja, ég byggðist afsökun og ég snappaði aðeins hérna rétt á þann. Ég ætlaði bara að fara í þetta rólega en svona smá sama gerði ég sjálf mig svo reiðan að ég var alveg brjálaður. Mér finnst núna að núna eigum við bara öll saman að taka okkur til og spurja fólk sem að styður þessa stefnu vegna þess að nú þegar þú gerir allt sem þú gerir í lífinu er samansafn af kostum og göllum. Ef þú ákveður að kaupa þig bíl þá skoðar þú hverju eru kostirnir við þessa ákvörðun, hverjir eru ókostirnir. Þessi bíl er allt og dýr, mér langar ógstíðina bíl en hann er allt og dýr. Þú veist, ef þú hugsaðir, þarna sé ég heimilislausan gæja, ætti ég að bjóða honum heim til mín? Nei, áhættan er allt og mikil. Kostnaðurinn er á mikill eða svona hugsanlegu kostnaður. Nú langar mig að við bara spurjum fólk sem að fer bara sem heild vegna þess að þetta er, við þurfum að spurja þetta fólk að þessari spurningu. Þegar við ræðum núna að taka inn flóttamenn og hælisleitendur frá þessum löndum, þá þurfum við að vera með eitt á hreinu. Og hún er rauninni bara hver er talan? Hvað meiga þessir menn nauðga mörgum? Þú ræður hvort þú nota konur eða úlingum eða börnum áður en að þetta hvað meiga þessir menn nauðga mörgum áður en að þér hættir að finnast þetta góð hugmynd og áður en þér hættir að finnast vera þess virði. Þetta er einföld spurning sem að þú ætti bara að geta svarað. Hvað meiga er nauðga mörgum, börnum helst áður en að þessi stefna er ekki lengur þessi virði, áður en kostnaðurinn er á hár. Þetta er spurning sem mér finnst að við eigum að spurja. Það var loka á þetta hælisleitendakerfi, bara loka á það, því það er bara ein svika milla. Punktur, basta, bara loka á það. Og sko, og bara gera eins og Bandaríkjamenn gerðu upp úr 1920, þá var bara lokað á innflytjendur til Bandaríkjana í 45 ár. Svo Bandaríkin gætu absorbed, svo Bandaríkin gætu aðlagast þetta, þennan gífurlega fjölda innflytjenda sem hefur komið inn í landið og þess vegna árið sko upp 1960, 65, 70 þess vegna töluðu allir Bandaríkjamenn sig sem Ameríkanar. Það voru ekki, þú varst ekki eitthvað African American. Fólk tala ekki sig, ég er German American eða þýskur Amerikan eða ítalskur Amerikan eða danskur Amerikan. Þú varst bara Amerikani. En svo var aftur byrjað að skrúa frá og þá byrjuðu allir þessi svona litlu hópar hingað og þangað. Það verður bara að loka fyrir þetta. Við höfum fengið sko gífurlega fjölda af fólki hérna inn og við verðum bara að fá tíma til að aðlagast í og jafnvel senda fólk tilbaka því ég er alveg fullkomlega sammála. Og svo annað að ég
ekkert endilega fylgjandi því að já, fólk tala bara, það er annað mál með þá sem að koma og vilja vinna og vera duglegir og þeir vilja bara betra líf. Skiptir ekki máli. Mér bara alveg nákvæmlega sama. Sammála. Umheimurinn á ekkert rétt á því að við gefum þeim betra líf. Við skuldum engum betra líf. Við skuldum barnunum okkar betra líf. Nákvæmlega. Númer 1, 2 og 3. Já, ég tilbúin persónulega að taka við fólki ef að það er þess að þjóðhagslegur ávinningur að því. Það er mín ástæða. Þannig að þú veist, ég svona sammálaður svona flestu leyti. Ekki alveg öllu kannski. En og samaskapi finnst mér persónulega að útlendingastefna eigi verið þannig að þú metur fólk eftir hvort það geti gert eitthvað fyrir samfélagið eða ekki. Ég er innflytjandi sjálf til Bandaríkjanna. Ég get sagt að það var pappírsvinnan sem að þurfti að fara í gegnum og fleiri viðtöl. Þetta bara þegar maður gerir þetta löglega en núna bara þá myndir sumir kannski segja við finnst þér ekki vera hræsni að þú sért í Bandaríkjunum og sért innflytjandi þar en ert á móti því að komið innflytjandi til Íslands. Ég er ekkert á móti innflytjandum. Nei. Ég er alveg Já, þú bara á móti þessu félagslega kerfi til þess að halda þeim uppi þá. Ég er á móti, þegar ég segi að það eigi bara að skrúa fyrir, það að skrúa að það bara algjörlega að skrúa fyrir þetta hælisleitandi kerfi vegna þess að það er bara misnotað svo mikið. Akkurat. Þá bara hætta því. En það verður að meta einstök tilvik en ég held að sé mikilvægt að við gerum, eins og ég sagði, eins og Bandaríkin gerðu upp úr 1920, að gefa þjóðinni tíma til að venjast ástandinu eins og það er orðið. Já, bara innviðir eru sprungnir og allt þetta. Algjörlega, heilbrigðiskerfið, menntakerfið, bara hryllingssögurnar sem maður heyrir úr skólakerfinu. Það er mikil þörf á að brottvísa mjög mörgum, það er ekki bara nóg að loka, það er brottvísa bara langflestu þessi Miðausturlanda, Norður Afríku, Suður Asíska pakki sem við komið engað Tölum þessar brottvísanir, við erum að sjá núna reglulega fréttir af því að það er verið að brottvísa einhverjum aðilega sem voru gripnir við þjófnað því voru kannski ekki með leyfi til að vera í landinu og annað. Það er verið að ræðum að við séum með lög, að vera að setja einhver lög á það að megi brottvísa mönnum fyrir alvarlega glæpi. Þú veist, af hverju eru aðilar sem eru gripnir, glóðuvolgir við grooming gang style, þú veist, glæp? Af hverju er ekki búið að sparka þessum mönnum úr landi með glóður? Já, af hverju er þetta fólk ekki sendt úr landi? Fangelsi á Íslandi eru sennilega eins og 5-stjörnu hótel fyrir marga af þessum mönn. Er þetta ekki bara persónulegir vinir Þórunnar Sveinbjarnardóttur, forseti Alþingis? Jú, þetta gæti verið. Ég meina, hún var þarna í þessu tjaldi fyrir framan Alþingi að veita þeim félagskap í þessum palestínum mótmælum þarna sem voru til síðasta vetur eða eitthvað. Þetta geti bara vel verið vinir forseta Alþingis og þess vegna... Ég skil ekki af hverju íslenski skattgreiðendur eiga að sjá fyrir erlendum glæpamönnum. Af hverju er það ekki bara sendur á landi? Já, þetta er líka svolítið skrítið að því að svo ertu búin að koma þér í ákveðna sjálfheldu. Að þú er búin að taka við fólki frá löndum sem er nánast ómögulegt að senda tilbaka til. Þú veist, þau taka jafnvel ekki við þeim aftur, alls konar svona rugl og þetta hefur verið vandamál þegar það verið að reyna að vísa fólki úr landi. Þeir hefur ekki vita hvert er að senda, hvað þeir að gera og þeir vil ekki taka við þeim og þú veist, þetta er, þannig að þetta er algjör hausverkur. Ég vil ekki taka við, ég veit ekki hvernig þetta er í praxís. Ég meina, ef það er hægt að fljúga þangað, þá er hægt að senda það þangað með flugi. Taka við þeim. Ég vil líka að það komist á hreint. Ég vil líka að komist á hreint með þessa menn, það er vita hverju þetta eru. Ég vil að við fáum bara einhver spæjari sem er að horfa á getur til dæmis gripið sig við það að fletta því upp hvort að þessir séu aðilar sem komu á vegum Solaris og sem að það er Sema Erla og María Hjálmtís og fleiri borguðu landamæravörðuna líklega mútu til að fá þá inn í landið. Eru þetta aðilar sem koma á þeirra vegum? Eru þær ábyrgar fyrir því ef svo er? Þú veist, ég veit að eitt aðili er eitthvað tengdur þessu dæmi. Þannig að bara, ég vil að þetta bara fari, við þurfum að spurja aðilana og Þórunni og það er bara þessara spurninga, hver er talan, hver er ásættanlegur fórnarkostnaður í nauðgunum og áreiti og annað á íslensk stúlku börn.
hver er talan? Geta þau gefið okkur tölu hvenar þetta yrði farið yfir strikið? Mér finnst þetta er bara, við getum fengið, þú veist, þetta er hlutfall, þetta er einföld tölfræðileg spurning. Hvenar er það orðið á mikið? En já, við erum heila brunnir upp á tíma, Jón. Já. Ég ætla að taka eitt fram líka hérna að það er þessi rottuhópur sem kallar sig hérna baráttuhópur gegn ofbeldismenningu. Það var aðili sem að birti þessa frétt þarna inni á þessum hóp og nokkur mínútur, ég sá það og ég ætlaði með þetta að fara að tjá mig aðeins um það, ekki á þeim hóp heldur fréttina, ég kom mér óvart og neði byrstar, henni hafa búið eyðinni út stuttu seinna. Þarna veru aðilar sem varu að grooming gang style ég ætla bara að fullera, þeir ætluðu að fara að gera mjög ljóta hluti við þessar stelpur, annars gerir ekki það svo gerir og þessari frétt var eitt þar út af því það er verra að tala illa um þessa grooming gang ógeð heldur en stelpuna, heldur en sem sagt að vera að standa með þolendum. Þegar að þolendur er ekki réttur, gerendur er ekki réttur hópur, þá vilja þær ekkert að þessu vita. Nei. Já. Íris hefur eitthvað að lokum að segja. Ég ætlaði að tala rólega um þetta en ég bara talaði mig upp í einhverja maníu hérna. Ég bara vona ég vona innilega að það fari ekki eins fyrir okkur og Bretlandi. Ég er að lesa þessa bók hans Matt Goodwin og þetta eru hræðilegar upplýsingar sem að koma þarna fram. Já, þetta er það og ég held að fólk gerir sér enga grein fyrir því einmitt sem að búið að vera að tala um, það ekki verið að skipta út þjóðum, það ekki verið að gera og maður bara svona skipta út þjóðum, samsæriskenning eða eitthvað svoleiðis, það bara þetta eru tölfræðilega staðreyndir, þetta eitthvað sem búið að gerast, þetta ekki eitthvað sem að gæti gerst, þetta búið að gerast og kannski ekki hægt að breyta. En Íris ég held að við séum þetta bara gott í kvöld og takk kærlega fyrir að koma og spjalla við okkur. Takk kærlega fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma. Guð blessi. Takk fyrir að hlusta allir saman. Já, og hvíl í friði, Óli.